og 6 og ég segi fund settan. Það 11 mál á dagskrá, reynda þarf ég að leita afbrigða vegna 2 mála. Það að segja, fyrsta lagi þurfum við að hafa sætaskipt á fyrstum 2 fundargerðunum hjá bæjarráði, eins og var boðað útsendt í dagskrá, þannig að við tökum fyrst ekki tímaröð. Fyrst tökum við fyrir fundargerð frá nummer 1368 og síðan fundargerð nummer 1369. Svo þetta sé nú í tímaröð hjá okkur. Einhver sem gerir athugasemd við þá tilhögun? Svo ekki, þá lít ég á það sem samþykkt. Síðan annað mál sem við lagt til að vera bætt við, það kosning í nefndir, það breyting á nefnd hjá S-lista, fer þá aftast á dagskrá, það einhver sem gerir athugasemd við það. Svo ekki, þá lít ég á það sem samþykkt. Þá málin orðin 12. Og við hefjum þá yfirferð okkar og tökum fyrst fyrir fundargerð í bæjarráði Mosfellsbæjar númer 1368 og ég gef orðið laust. 1368 og Sveinn Óskar hefur bauðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem undir liðnum sem varðar framlag 2018 vegna Skálatúns. Fyrsti dagskráliður bæjarráðsfundar númer 1368. Á þessum fundi, þegar eftir frestun frá fundi þar á undan, lá fyrir eitt skjal. Það skjal var skammtímasamningur við Skálatún greiðslur og fyrir þann fund fékk ég sent frá fulltrúum Skálatúns gögn varðandi samskipti Skálatúns við Mosfellsbæ. Eftir stendur bókun sem undir þessari fundargerð og það nú óþarfi að lesa hann upp. Hún stendur hér og hefur verið rædd og svo bókað að hálfu meirihluta einnig þarna undir þessum lið sem númer 1 á dagskrálið þessa fundar sem var haldinn á sínum tíma. Það sem mér finnst standa upp úr eru nokkur atriði sem væri gott að fá svör við af hálfu bæjarstjóra og oddvita sjálfstæðismanna. Það þá helst að telja upp nokkur atriði sem mér finnst ósvarað. Í fyrsta falli var þessi skýrsla hér frá RR Ráðgjöf unnin eftir að fundur á 27. janúar 2017 samþykkti gerð þessara skýrslu. Sá fundur númer 1291. Síðan liðnir 79 fundir í bæjarráði. Þessi skýrsla var afhent bænum í desember á síðasta ári. Síðan liðnir 37 fundir í bæjarráði. Á þessum fundi, númer 1368, var aðeins eitt skjal, skammtímasamningur við Skálatún. Mér því spurn, hvers vegna þessi skýrsla lá þar ekki og var ekki tekin fyrir eftir að hún barst sveitarfélaginu. Á fundinum númer 1291 frá 27. janúar 2017 var eftirfarandi samþykkt með leyfi forseta, vitna ég í fundargerð. Samþykkt með 3 atkvæðum af 3, það innskot mitt, samþykkt með 3 atkvæðum af 3 að Mosfellsbær og Skálatún leiti til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og velferðarráðuneytisins
að fenginn verður óháður aðili til að framkvæma úttekt á fjármögnun og rekstri Skálatúns. Þennan fund sátu, með leyfi forseta, Bryndís Haraldsdóttir, formaður, Hafsteinn Pálsson, Anna Sigríður Guðnadóttir, Bjarki Bjarnason sem áheyrnarfulltrúi, Sigrún Pálsdóttir sem áheyrnarfulltrúi, Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og svo lögmaður bæjarins Sigurður Snædal Júlíusson. Þetta nú fyrsta spurningin. Hvers vegna hefur þessi skýrsla ekki verið borin undir pólitíkina í bænum, undir bæjarráð og bæjarstjórn? Fyrir liggur í gögnum sem bárust fyrir þennan fund frá Skálatúni að árabilinu 2011 til 2015 hækkuðu framlög frá Jöfnunarsjóði til Mosfellsbæjar ca. 44%. En á sama tíma hækkaði framlagið frá Mosfellsbæ til Skálatúns 24%. Þess má geta að hlutur Jöfnunarsjóðs til bæjarins voru heildarframlög fyrir bæinn og það er rétt að undirstrika það. Þá má spyrja sig í tengslu við þetta atriði. Hefur öðrum einingum fyrir fatlaða hér í bænum en Skálatún, hefur það orðið sambærilega raunlækkun framlaga að ræða frá Mosfellsbæ eins og varðandi Skálatún á sama tíma? Sem að undirstrika eitt að 85% miðað við mína heimildir af þessum framlögum eru vegna launakostnaðar og 15% í aðra liði. Nú, það er sjálfsagt mál náttúrulega að gæta að þessum einingum sem þurftu framlög. Það er mjög sjálfsagt, en árið 2017 fengu, að mínu viti, 13 einstaklingar á Skálatúni nýtt svokallað SISMAT sem er umönnunarþyngdin og endurmetin varðandi þessa einstaklinga og fjárframlagið að endurspegla slíkt. Og reiknum á með að 8 aðilar séu í slíku mati þessar mundir, en það er alveg rétt að það eru þættir sem ríkið þarf að koma að þarna líka. En það er líka rétt að ég tel, og þess vegna spyr ég, að það þurfi eitthvað að rétta hlutin bara til Skálatún og þá bara milli Skálatúns og Mosfellsbæjar, og þetta er gott að fá að vita hvar þar geti legið. Einnig vil ég minnast á þátt ríkisins í þessu sem er sjálfsagt að minnast á, en það eru þarna þættir, ekki bara búsetan og ekki aðeins þjónustan við dagþjónustan og félagsþjónustan sem er að heldur fer fram á þessum heimilum eins og Skálatúni heilbrigðis- og öryggisþjónusta. Og það er sjálfsagt að ýta eftir að það komi framlög. Einnig þarf að tryggja að SISMATið dragist ekki úr hófi, þannig að framlög skili sig sem fyrst vegna kostnaðar sem fellur til vegna aukinnar umönnunar. Að SISMATin skuli ekki dragast, og það legg ég áherslu á að sé svara því hvernig bærinn lítur á þessa hlið ríkisins, hvað kostnað varðar og framlög frá ríkinu, aukin framlög, eins og hefur vist að mínu bestu upplýsingum að það hefur komið til annar staðar á landinu í sambærilega umönnun. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili en óska eftir svörum við þessu. Já. Haldur, þú beðum orðið, gjör svo vel. Það er hér til umræðu málefni Skálatúns. Það var í upphafi
því að ég vekja athygli á því að þetta tiltekna mál var rætt í 2,5 tíma í bæjarráði. Það fóru nánast 2 bæjarráðsfundir til að ræða þetta tiltekna mál. Meðan voru 2 mála frestað í bæjarráði. Ég vil bara vekja athygli á þessu. Í því ljósi að það hefur þá þýtt það að þau mál sem að ekki voru þá rædd eða afgreidd eða komst á dagskrá hafa beðið. Ég vil líka vekja athygli á því að það hefur verið á undanförnum, allavega síðasta kjörtímabili og ég held að örugglega kjörtímabilinu þar á undan líka, mjög ofta rætt málefni Skálatúns í bæjarráði. Það hefur reyndar aldrei tekið svona langan tíma. Það er að segja að ræða eitt einstakt mál, örugglega búið að ræða málefni Skálatúns samtals í svona kannski í þetta marga klukkutíma eða margar mínútur, en ekki með þessum hætti eins og var gert núna í tengslum við þetta tiltekna mál sem var samningur aukin framlög til Skálaklúss. Ég vek athygli á því að það sem var verið að ræða og afgreiða var samningur aukin framlög til Skálaklúss. Ástæðan held ég svo að það hefur ekki verið með þessum hætti fyrir, er svo að það hefur verið samstaða bæjarráð og bæjarstjórn málefni Skálatúns hjá öllum kjörnum fulltrúum. Og skilningur á því hvernig málum háttað hvað varðar þá ágætu stofnun og fjárframlög og fjárhagsleg samskipti til hennar á hálfu Mosfellsbæjar. Og það eru verðmæti því. Það eru verðmæti því þegar slíkt er, sérstaklega þegar svona mál er að ræða. Það eru 2 svona mál sem að Mosfellsbær hefur glímt við, sem snýr að rekstri stofnana eða heimila sem að bærinn sjálfur ekki reka, annars vegar Skálatún og hins vegar hjúkrunarheimili Hamrar. Í báðum þessum tilfellum hefur þar til nú hefur ríkt samstaða hvernig málum skuli háttað og málum skuli haldið í það var að þau bæði. Til að mynda hvað var það Hamra, þá hefur þetta leitt til mikils og góðs árangurs að hálfu fyrir bæinn og ekki síst fyrir þá sem þar búa og fyrir þá sem það reka. Það er að segja að smátt og smátt hefur dropinn holað steininn og tekist hefur að fá ákveðin sjónarmið sem að bæjarráð og bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur verið sammála að séu nauðsynlega verði framkvæmd af hálfu ríkisins og ráðuneytisins og ráðuneytarnas þetta fjall. Þannig að ég segi þetta bara í því ljósi að það skiptir máli þegar að svona mál er að ræða, mál sem varða samskipti ríkis og sveitarfélaga, að bærinn tali einni rödd það og séu samstiga því hvernig það skuli meðhandla. Og það hefur hingað til ekki verið neitt ágreiningur Skálatún fyrir nú. Það er alveg ljóst að Skálatún og ekki bara Skálatún heldur málefni fatlaðra, málefni fatlaðs fólks á Íslandi þarf meiri fjármuni. Fyrir það eru sveitarfélög í landinu að berjast. Það er eitt stærsta atriði og stærsta málið sem er að borði samskipta ríkis og sveitarfélag. Það náðist ákveðinn árangur í því á síðasta kjörtímabili þegar að samningurinn sem var gerður 2011 eða 2010 var endurskoðaður, en það er bara eitt skref og það þarf að gera betur í því. Og það er alveg ljóst að Skálatún, heimilið, þarf á meiri fjármunum að halda. Það er enginn sem að held ég mótmælir því. Þó það væri ekki nema bara fyrir það að í fjárhagslegum samskiptum sveitarfélagsins og Skálatúns, eins og var fjárhagsleg samskipti ríkisins og Skálatúns á sínum tíma, er ekki tekið á, er ekki
ekki fjárframlög til þess að standa undir rekstri húsnæðis, það er að segja viðhaldi og byggingu húsnæðis. Það hefur aldrei verið. Og í það ekki tekið tillit til þess í reiknigrundvelli þessa tilteknu fjárframlega frá jöfnunarsjóði. Jöfnunarsjóður fjármagnaður á skattekjum, tekju skatti landsmanna. Það ekki tekið tillit til þess í þessu reikniverki öllu saman. Og ég held að það sem kannski stærsta vandamál. Þannig að ég vildi nú bara vekja athygli á þessu. Svona hér áðurinn fyrir að reyna að svara hér spurningum. Ég var ekki alveg nákvæmlega ljóst hvað var verið að spyrja mig um, eða spyrja um. Skrifa á að reynda hérna niður, held ég 3 spurningar sem ég held að hafi verið óskar eftir svara við. Fyrst varandi þessa úttekt, þessa skýrslu eða úttekt sem að gerð var að RR-ráðgjöf og fram hefur komið að var til umfjöllunar tilurð þess hér í bæjarráði á sínum tíma. Varandi þá úttekt, þá er hún gerð af jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Hún er ekki gerð af Mosfellsbæ eða gerð af Skálholtstúni, hún er gerð af jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Og kaupandinn af þessari ráðgjöf, frá RR-ráðgjöf versus jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Hún var gerð vegna þess að það var svona álitamál hvernig það mætti líta á svona fjármögnun Skálholtsheimilisins, og það var rætt hér í bæjarráði, oftar en einu sinni, örugglega oftar en 2 svar, þessa tilteknu skýrslu. Hún er send hér bæjarfélaginu, bara eins og hver önnur, og niðurstaða hennar er svo að það sé sjálfur sér ekkert upp á bæinn að klaga í þessum tilteknu samskiptum, en hins vegar vanti fé í rekstur. Og svona áðan sem ég ætla að fara út í það einhver smáatriðum, þannig að sú skýrsla, það er ekkert í henni sem að kemur bænum illa, eða einum illa. Það má alveg gagnrýna það, og ég tek það alveg til þeirra sem að okkar hér sem störfum hjá bænum, að hún hafi verið lögð fram með formlegum hætti bæjarráði. Það er örugglega farið betur á því að gera það, bara formsins vegna, en það var öllum ljóst að þessi skýrsla var unnin og var til og búið að gera hana. Það átti allavega öllum að vera það ljóst. Og hún var kynnt meðal annars fulltrúum í fjölskylduna. En það er alveg sjálfsagt að taka hana fyrir með formum hætti hvernig sem við vilja, og við getum bara sett hana á dagskrá í bæjarráðum við vilja ræða það. Ég held að það sé nú ekki stóra máli. Hitt er það sem var verið að tala hérna um áðan, og spurt og sagt að framlög jöfnunarsjóðs hefði hækkað 44% á þessu tímabili, og sama tíma hefði framlög jöfnunarsjóðs til Mosfellsbæjar vegna þessa tiltekna málaflokks hækkað 44%, og sama tíma framlög til Skálholtsins og hækkað 23%, ef ég skildi spurninguna rétt. Það er mjög einföld skýring á því. Framlög til málaflokksins hjá Mosfellsbæ hækkar vegna þess að hann stækkar. Þjónustustöðum fjölgar. Þyngdin eykst. Og þar með aukast framlög jöfnunarsjóðs til Mosfellsbæjar. Alveg á sama hátt á þessi málaflokkur mjög stór hjá Mosfellsbæ, óvenju stór, vegna þess að það er mjög hár fjöldi þjónustuþega í Mosfellsbæ. Þess vegna hækka framlögin til málaflokksins í heild sinni. Þjónustuþegum á Skálholtstúni fjölgar ekki neitt, þeir sömu. Þeir fá hins vegar sama hlutfallið af, eins og að fara hér mjög nákvæmlega yfir, af sérfræðingi fjölskyldusins á Bæjarráðsfundum, og hvernig það er fundið út. Það má kannski segja svona til skýringar að þetta er svona svipað og börnum fjölgar í Mosfellsbæ, mjög hratt, örugglega. En framlög til Krikaskóla er ekkert að hækka. Börnin þar eru áfram 200, þó að börnunum í bænum fjölgir hratt. Þar leiðandi er hlutfall Krikaskóla af þeim peningum sem eru lagðir í rekstur skólana að sjálfsögðu minna heldur en var fyrir þegar hann var settur á stopp 2010. Þannig að það eru svona skýringar á svona málum, og það eru
sjálfsögðu eðlilegar. Því hefur verið haldið fram að framlög til Skálatúns hafi ekki verið verðbætt. Það rétt að í samningum milli Mosfellsbæjar og Skálatúns ekki sérstök verð bóta ákvæði, enda gerist það af sjálfum sér. Það gerist með því að með tvennum hætti, annars vegar að tekjur jöfnunarsjóðs eru hlutfall af tekjum skatti landsmanna. Tekjuskattur landsmanna hækkar í hlutfalli við hvað launin í landinu hækkar. Og síðan endurspeglast þetta í framlögum jöfnunarsjóðs til málaflokkana vítt og breitt um landið, til að mynda Mosfellsbæjar. Og síðan þetta líka breytast þessar tölur á grundvelli SIS-matsins, að koma á það hérna áður, ég skal aðstæða það hérna eftir. Þetta þýðir það að framlög til Skálatúns frá árinu 2011 hafa hækkað tæp 65% vegna þessara útreikninga. Launavísitalan hefur hækkað rúm 65%. Þannig að það er nokkuð gott samræmi milli þess hvað launavísitalan hefur hækkað á þessu tímabili sem Mosfellsbær hefur verið, þetta hefur verið umsjón, eða málaflokkur hefur verið umsjón sveitarfélaga og launavísitalunar. Hugmyndir forsvarsmanna Skálatúns hafa verið þær að verðbreytingin, verðlagsbreytingar séu annars vegar 85% launavísitala og 15% neysluvísitala. Ef það hefur farið þá leiðina, þá hefði framlög Skálatúns hækkað 54% minnum. Þannig að þessi aðferðafræði, sem er í raun og veru samkvæmt fyrirkomulaginu og regluverkinu, gerir það að verkum að framlög til Skálatúns og hækka meira en að þeir hafa lagt til að regluverki snúist um. Og það er gott. Þess utan sem að bærinn hefur lagt heimilinu lið á stundum þegar að það verið greiðslur umfram það sem að bærinn fær í gegnum jöfnunarsjóð til Skálatúns. Og það er bara verið vegna þess að það er gengið mjög illa þar, eða gengið illa, skulum við segja, og við viljum að sjálfsögðu styðja við það heimili og sinna því þessum rekstur þar eins og vel og hægt er. Það var síðan spurt SIS-mati og ég skildi spurningun einhvern veginn þannig að bærinn hefði ekki verið sé til þessa hálfu bæjarins að SIS-matið væri endurskoðað. Ég held að það hafi verið inntakið í spurningunni. Þannig að starfsmenn fjölskyldusviðs hafa lagt mjög mikið á sig einmitt til þess að SIS-matið sé endurskoðað með eins reglubundum hætti og hægt er. Og það hefur verið gert nokkrum sinnum síðan að þessi málaflokkur, hvað var að þetta tiltekna heimili, að það fluttist til Mosfellsbæjar. Fyrst var það gert árið 2014, það var það endurskoðað á öllu landinu og það var ekki síst fyrir tilstilli þess að við höfðum hér verulegar athugasemdir við útreikning á þessu SIS-mati. Og kjölfarið á því fékkst að því okkur fannst heldur ekki svo niðurstaða nægilega raunhæf. Fékkst nýtt mat á 11 íbúum í maí 2015. Árið 2017 fór endurmat á 16 íbúum á Skálatúni og það var gert á grundvelli rökstudda greinargerðar frá Mosfellsbæ. Þetta var mjög góð samvinna milli starfsmanna fjölskyldusviðs og Mosfellsbæjar og Skálatúns. En formsins vegna er það Mosfellsbær sem þarf að biðja þessar breytingar, þetta endurmat. Og síðan aftur á þessu ári
var beðið endurmat á 8 einstaklingum. Þannig að ég held að það sé ekki hægt að segja það að starfsmenn Mosfellsbæjar eða embættismenn hafi ekki lagt sig fram það í samstarfi við Skálatún að framfari þetta reglulega endurmat. Og ég held að sé engin ágreiningur það milli stofnunarinnar eða heimilisins og Mosfellsbæjar. Þessi afraksturinn af þessum mötum, þessum endurmötum á siðsmatinu eða stuðningsstörf hefur gert það að verkum að aukið í raun og veru framlögin 21% á grundvelli þessara endurmata. Þannig að ég bara viðurkenni það, mér sárnar það þegar að mál eins og þetta sem hefur verið í mjög góðri samvinnu allar aðila og sem mjög mikilvægt að sé af þeim rökum sem ég nefndi á. Þetta eru málefni sem varðar mjög viðkvæm samskipti í ríkis og sveitarfélag og að það sé sett fram með þeim hætti og meira sé að látið að því liggja að Mosfellsbær sé að halda eftir fé sem að Jöfnunarsjóður greiðir í gegnum regluverkið til sveitarfélagsins til einhverja annarra hluta. Og það eiginlega mjög alvarleg ásökun eða aðdróttun. Og mér sé að var þingmaður hér í ræðustól á þinginu sem að klikti út með því að leggja það til eða koma málið það að það þyrfti sérstaka eftirlitsnefnd, eftirlitshlutverk ríkisins til að sjá til þess að sveitarfélögin skiluðu því fé sem þau fengju í gegnum Jöfnunarsjóð vegna málefni fatlara á rétta staði eða til málefni fatlara. Ætlum við séum kannski að eyða þessum peningum í skólana eða ætlum við séum að nota þetta til að reka íþróttahúsin okkar. Ég bara trú ekki að nokkur maður, manneskja hér við þetta bæjarstjórnarborð trúi slíkum hlutum. Að sjálfsögðu fara allir þessir peningar, hver einasta króna og gott betur í það í þennan málaflokk. Og ég held að ætlum frekar að bindast böndum það að reyna að fá meiri peninga í þennan málaflokk því það vantar peninga í þennan málaflokk. Það vantar peninga, það vantar stærri hlutdeild að tekjuskatti ríkisins inn í þennan málaflokk. Hann fjársveltur. Það lagaðist aðeins við við þetta nýja samkomulag sem var gert á síðasta kjörtímabili milli Sambands sveitarfélaga og ríkisins, en það bara ekki nóg. Það þarf meiri peninga. Eins og það þarf meiri peninga í rekstur á hjúkrunarheimilum. Men mér finnst fara betur á því en mér stæðum við saman það að standa vörð það mikilvæga hluti. Okkur hefur auðnast að gera það varandi Hamra. Það hefur skilað heilmiklum árangri. Við erum ekki búið með það verkefni, langt í frá. En það komið ágætlega á veg að því að við stöndum saman að það. Notum þetta ekki í pólitískum tilgangi. Mér finnst það ekki, þetta ekki málefni sem við eigum að nota í pólitískum tilgangi. Næst tekur til máls Anna Sigríður Guðnadóttir þetta mál. Gjör svo vel. Forseti, já, ég kem hér upp undir sama máli og hér var rætt. Ég ætla að byrja á því að taka undir það sem bæjarstjóri segir að mikilvægi þess að við stöndum saman í samskiptum okkar við ríkið þegar að ræða rekstur eins og til dæmis Skálatún og Hamra. Það alveg ljóst og það vita það allir
að sveitarfélög í landinu standi ströngu við að reyna að herja á ríkið til þess að fá auki fjármagn til þess að standa undir þeirri þjónustu sem ætlast til þess að sé veitt. Og allir hvað mig varðar þá hef ég ekki hugsað mér að breyta afstöðu minni í þessum málum. En þegar að bæjarstjóri, og ég ætla ekki að ræða, og bara takk fyrir þessa yfirferð og upprifjun og varðandi skiptingun á peningunum eða ekki skiptingun á peningur, hlutfalli sem kemur frá bæjarsjóði og svo það sem fer til Skálatúns og skýringarnar á fjöldu saman að fjöldi fatlaðs fólks hefur aukist í sveitarfélaginu og þyngdin aukist og þess vegna koma meiri peningar. En þegar bæjarstjóri kemur hér í pontu og segir sem sagt að, ég ekki með það orðrétt, en hann hvetur okkur náttúrulega til samstöðu, þá verður bara að segja að þá ef við eigum allir verið í sama liði, þá þurfum allir að hafa sömu upplýsingarnar. Öðruvísi getum við bara ekki verið í sama liði. Og nú vegna sem mitt nafn var nefnt hér í pontu áðan, þess að ég sat í bæjarráð á síðasta kjörtímabili og þá vil ég segja það úr þessari pontu að ég man alveg eftir því þegar við bókuðum það að við vildum láta gera svona skýrslu, leita til jöfnunarsjóðs og ráðuneytisins. Kannski má sakast við mig það að hafa ekki mánaðarlega gengið eftir hvort að skýrslan væri komin og þá bara ég sek það. En þessi skýrsla kom aldrei til umræðu á bæjarfundi. Aldrei. Og ég reyndar með hann í höndunum núna. En ég fékk hann ekki frá stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Ég fékk hana mér minnir frá öðrum bæjarfulltrúa sem hafði áskotast hún einhvers staðar annars staðar. Og reyndar hef ég komið fram að þetta jöfnunarsjóður sem gefur út þessa skýrslu. Og þá kannski má segja að jöfnunarsjóður hefði kannski átt að senda okkur öllum þetta. En mér finnst það bara ekki breyta því að þetta er mjög mikilvægt mál sem við erum að tala um. Þetta er mjög mikilvægt gagn inn í þá umræðu og það að þeir sem vita af þessari skýrslu hér innanhús skuli ekki koma þessari skýrslu á dagskrá bæjarráðs og síðan bæjarstjórnar þannig að sé hægt að ræða innihald skýrslunnar finnst mér bara mjög alvarlegur hlutur. Og vegna þess að á endanum þá berum við náttúrulega ábyrgðina á Skálatúni. Hvað ætla ég nú að segja meira? Og mér finnst þetta eiginlega bara svona fáheyrð mistök og ég segi mistök vegna þess að ég vil ekki gera fólki það að það fari vísvitandi á bak við kjörna fulltrúa við þetta bæjarstjórnarborð. Ég vil bara ekki trúa því að vísvitandi séu teknar ákvarðanir að halda svona upplýsingum frá okkur. Þannig að ég vil segja að þetta eru bara mjög alvarleg mistök og og ég legg það til, reyndar heyrðist mér nú bæjarstjóri og oddviti annars meirihlutaflokksins segja það hér að honum finnist í lagi og ég held hann hafi sagt og nú verður bara leiðrétt með það rangt annars að formsins vegna að taka á dagskrá. Mér finnst það ekki alveg bara formsins vegna. Mér finnst það líka bara merki vilja til þess að sýna samstöðum okkur öllum og við getum öll staðið saman eins og við höfum borið gæfu til fram að þessu. Þannig ég ætla bara að leggja hér til formlega núna að þessi skýrsla verður lögð fyrir bæjarráð og ég tel að best fara á því að höfundur skýrslunnar verði kallar á fundinn til þess að fara yfir hana og ég legg ennfremur til þar sem að allir hefur þetta búið að vita að ég á ekki sæti í bæjarráði. Þá legg ég til að þeir oddvitar sem ekki eiga sæti í bæjarráði og þeir eru boðnir sem gestir á þann fund. Ég ætla að segja eitthvað fleira. Já, nei, þú má sleppa þessu, já, og svo ein spurning, bæjarstjóri tala það verið kynnt í fjölskyldunefnd. Ég get ekki svarað fyrir það, þetta var allavega ekki lagt fram í fjölskyldunefnd, því þá hefði ég séð þá skýrslu í fundarkirkju. En kannski var þetta kynntar, ég hef ekki hugmynd það. En mér finnst bara, ég held að við, verður náttúrulega að
reyna að snúa bökum saman rekstur þessara stofnana. Til þess að það sé hægt, þá verðum við, eins og ég sagði hérna áðan, þá verðum við öll að búa að sömu upplýsingunum. Annars öðruvísi getum við ekki rætt málin á jafnréttisgrundvelli og komið, komið okkar hugmyndum á framfæri og rætt það bara opinskátt og á okkar á milli. Þannig að ég vil endilega við lærum af þessu og reyndar ætla ég nú bara að vera út og hróka út og segja ég þarf ekkert að læra af þessu. En mér finnst bara meirihluti þurfa að læra af þessu, þetta ekki fyrsta skiptið sem að við fáum ekki alveg svo upplýsingar aðrir, að það verður að gæta að svona hlutum og sérstaklega þegar við erum að fjalla málefni eins og Skálatún eða Hamra, vegna þess að það margbúið að tala það að þetta svo viðkvæmir hópar sem þarna undir og öll óvissa og hvað ég að segja, misvísandi upplýsingar sem fara út eru slæmar fyrir fólki sem býr þarna, fólki sem vinnur þarna og bara bæjarbúa alla. Og svo ætla ég að hætta í bili. Takk. Sveinn Óskar, gjör svo vel. Forseti. Ég ætla að byrja að leiðrétta bæjarstjóra. Hann fullyrði það að það náttúrulega verið talsverðar tafir. Við getum áréttað það að fyrsta fundi þegar þetta lá fyrir. Það var nú ekki þessi skýrsla fræga þarna undir og ég gerði athugasemd við það. Síðan var fresta fundi og sá sem hér stendur greiddi atkvæði gegn frestun þess fundar. Meirihlutinn greiddi atkvæði með frestun á fundum eftir að bókun frá undirritum lá fyrir. Þar að endur tafirnar eiga heima hjá meirihlutanum og undir diggum hvatningarorðum bæjarstjóra. Diggum hvatningarorðum bæjarstjóra. Það alltaf tafir í tengslu við svona mál og langar orðræður eiga heima þar frekar en annars staðar. Það alveg ljóst. Það ekkert undarlegt að sá sem að mæta á fundi og átta sig á því að málin hafa verið slugsuð með þessum svakalega hætti, bregða upp gögnum og spurningum vegna þess að það ekki unnið samkvæmt reglum. Það bara ekki unnið samkvæmt reglum. Og það gengur ekki að þessi ítrekað stungið undir stólskýrslum sem eiga heima hérna á kjörnum fulltrúa. Mér þannig að svona langar til að sjá þennan stól sem öllum þessu skýrslum stungið undir. Til þess að tryggja málefnið náið fram að ganga, þá verður maður að gera það í gegnum pólitík. Það kom líka fram á fundinum fyrsta að bæjarstjóri hafi leitað leiða til að eiga lóða viðskiptin lóð og lönd Skálatúns á sama tíma sem engin samningur var við Skálatún. Hvers slags sykjaði það? Hvers slags sykjaði það þegar aðilar, samningsaðilar, í þeirri veiku stöðu að vera ekki með samning, húsin ekki haldið við vegna þess að greiðslur berast ekki samkvæmt eðlilegu framgangsmáta, myndi ég segja, og með orð þeirra sjálfra í eigin fundakerfum, og þá vísa ég til síðasta aðalfundar Skálatúns, að það sé bara einfaldlega verið að ræða við aðila það að fara að kaupa þeim lóð eða framselja lóð með einhverjum hætti. Ég vísa öllum svona pólitískum ásetningi minnihlutans í þessu máli að það sé einhver annarleg sjónarmið uppi önnur en þau að vernda það fólk sem býr á þessu heimili. Ég vísa það bara til föðurhúsum.
Mig langar að vísa hérna í aðalfund Skálatúns sem fylgdi með gögnum sem bárust okkur bæjarfulltrúum fyrir þennan fund númer 1368 í bæjarráði. Þar er vísað með leyfi forseta í annan dagskrárlið skýrslu framkvæmdastjóra og sviðsstjóra þjónustusviðs á þeim fundi. Þar segir, og þessi aðalfundur Skálatúns var haldinn 18. maí 2008, sem sé fyrir kosningar. Fyrir kosningar. Og bæjarstjóra boðið á fund, þann fund, og því miður gat hann ekki mætt, en fulltrúi bæjarins mætt. Tilvitnun. Skálátún hefur nú verið án formlegs þjónustusamnings síðastliðið 3,5 ár. Þrátt fyrir að reglulega hafi af hálfu Skálatúns verið rekið á eftir framgangi samnings. Ítrekað hefur einnig verið komið fram á framfæri fjárþörf Skálatúns sem ekki hefur verið farið eftir af hálfu Mosfellsbæjar. Auk þess sem hækka sviðsmat á að vera viðbót við almennar hækkanir. Og það að bæjarstjórinn hafi sagt að ég var að ásaka bæinn eða starfsmenn bæjarins hérna áðan það að sinni ekki þessu sviðsmati, það er rangt. Ég var að ítreka það að maður þurfti að íta eftir að það eru tíðari sviðsmöt. Ég var ekkert að ásaka starfsmenn eða embættismenn bæjarins. Það er bara rangt. Svo segir hér, og það er fyrsta skipti sem ég veit tilhöfð skýrsluna sem er rætt. Það er úr þessari fundargerð, aðalfundargerð Skálatúns. Og þá les ég það. Nýlega barst skýrsla, og við talum þarna 18. maí. Nýlega barst skýrsla, unnin á vegum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga rekstur og fjármögnun Skálatúns. Þar kom fram að þjónusta Skálatúns sé með ágætum en var að ræða undir fjármögnun og undir mönnun. Auk þess sem gagnrýnt að ekki hafi verið enn gengið frá þjónustusamningi vegna reksturs Skálatúns. Í skýrslunni kemur fram að á árabilinu 2011 til 2016 hækkuðu framlög ríkis til Mosfellsbæjar 44% en á sama tímabili frá Mosfellsbæ til Skálatúns 24%. Þetta er bara í fundargerðinni. Og það sem ég vil árétta líka varðandi þetta atriði, að það hefur ekki komið hérna fram, og ég er rétt að spyrja því svona til að bæta við einni spurningu viðbót sem ég vona að bæjarstjórinn skilji. Eru einhverjir aðrir samningar aðrar einingar varðandi fatlaða í bænum, verðtryggðar? Eru aðrir samningar verðtryggðir sem hafa verið gerðir í bænum, eða aðrar einingar varðandi fatlaða í bænum? Það er ein spurning. Og það verður jafnræði að vera gætt á milli rekstraraðila sem sinna föllum. Það verður að vera jafnræði. Og ég vona svo sé að væna mannum að vera ekki með samstöðu bara pólitískt púðurskot að hálfu bæjarstjórn. Hvers vegna? Það er vegna þess að sá sem stendur hér að koma upp máli sem hann ekki búið að sinna með nægilega góðum hætti. Hann hefur ekki afhent pólitíkinni hérna skýrslu sem var gerð og samþykkt af bæjarráð. Þetta er allt hans vinna og hann eins og ég hef sagt við hann áður, hann efst í píramídunum. Hann ber ábyrgðina á þessu, pólitíska og sem framkvæmdastjóri. En það sem að ég hef bara tækifæri núna undir þessum lið að koma tvisvar upp, þá líki nú máli mínu í þessu. En ég mun halda því til streitu að þetta mál veri afgreitt með sóma. Og það að vísa til þingmann sem bar þetta upp á Alþingi, hann gerði það með miklum sóma. Og hefði aðri þingmenn geta gert það betur, meðal annars þingmenn sem í sama flokki og bæjarstjóri. Þeir gerði það ekki. Og vissu þó betur eftir fundi með þingmennum hérna hrekar á sín tíma. Málið bara einfallega þannig. Öll svona mál eru pólitísk.
En það enginn að nota þennan veika grunn sem í raun og veru verðum að reka stóðir undir með pólitíkum í raun og veru einhvers konar ávinningi eða slíkt. Það bara verið að reka málið út frá því að það ekki búið að sinna því. En ég vænti þess að, eins og síðasti ræðumaður sagði, við þurfum að standa bak í bak gagnvart ríkinu. Þess vegna spurði ég einfaldar spurningar sismatið og hvetja til þess að ríkið auki tíðni þeirra mata þannig að greiðslurnar komi sem fyrst. Það var engin ágreiningur á minni hálfu varðandi þann þátt og ekki varðandi það að gera sambærileg úrræði eins og hefur verið með Sólheima í Grímsnesi. Það er engin ágreiningur hjá mér það. En ég vil til þess að við getum starfað þetta að heilindum, þá verður, eins og síðasti ræðumaður sagði, allar upplýsingar liggja fyrir í tíma. Já, það reynir maður að skrá, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti og bæjarfulltrúar. Mér langar líka aðeins að tjá mig varðandi mál númer 1 í fundargerð bæjarráðs Skálatún. Þetta hefur náttúrulega verið stóra verkefnið okkar hingað hér í Mosfellsbæ alveg síðan 1. janúar 2011 þegar að málaflokkurinn færðist yfir til sveitarfélaga. Við vissum það og höfum náttúrulega mikla reynsla af því að síðan að Tjaldanesið var og hét og öll þessi starfsemi í kringum fatlaða einstaklinga í Mosfellssveit og nú Mosfellsbæ hefur verið gríðarlega mikil og okkur hefur verið einstaklega annt það að halda þessu málaflokki og hafa hann í lagi og svo öllum líki. Ég búin að setja ófáa fundina, bæði sem formaður fjölskyldunefndar, bæði hér innan Mosfellsbæjar og utan á öðrum vettvangi, þar sem ég hef hlustað á að kollega mína í öðrum sveitarfélögum tala nákvæmlega þennan málaflokk sem er þó töluvert umfangsminni í öðrum sveitarfélögum heldur en hér. Og maður hefur meira segja heyrt raddir, við hefum líka heyrt raddir þess efnis og hefur það komið frá úr þeim áttum þar sem að þeir kannski vildu síst segja að það hefur orðað með þeim hætti að það hefur fólki hefur bókstaflega langað til að skila þessu málaflokki aftur til ríkisins. En það hefur aldrei komið hér vegna þess að þetta er einfaldlega verkefni sem er miklu betur sett hjá sveitarfélögum heldur hjá ríkinu. Sveitarfélögin veita þjónustuna, ríkið átti að láta að fylgja með fjármagn með þessum verkefni sem hefur ekki verið nægilegt eins og margt búið að koma hérna fram. Við höfum þetta er stærsti málaflokkurinn sem við höfum tekið frá ríkinu 1. janúar 2011 síðan við tókum yfir grunnskólana í 1996. Þetta er langstærsti málaflokkurinn, þetta er langstærsta verkefnið og sjálfsögðu höfum við höfum haft miklu fagfólki til að fagna að við erum svo heppin hér í Mosfellsbæ og við höfum haft mikið og gott fagfólk sem hefur unnið þessu málaflokki en baráttun okkar snýr fyrst og fremst að ríkinu, að jöfnunarsjóðnum að fá þetta fjármagn sem við eigum að fá sem á að fylgja þessu málaflokki. Í þessi 7 ár sem málaflokkurinn hefur verið hér í okkar snærum þá hefur verið haldnir margir fundir, það hefur unnar mörg, kannski ekki skýrslur en þetta hefur allt upp á borðum, þetta hefur alltaf bæði í höndum fjölskyldunefndar, í bæjarráði og annar staðar og hingað til höfum við allavega sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar unnið sem einn maður að þessum málum. Ég hef heyrt það núna undanfarna daga, þekki þar fréttir af því að íbúar á Skálatúni veit ekki hvaðan ástendur veðrið allt í þessa dagana vegna fjölda heimsókna skyndilegra á staðinn en það er gott og vel. Það er gott að fólk kynni sér málið og sjáu það að þarna er mjög mikilvæg málaflokk að ræða. En ég vil líka ítreka það að við sem stöndum hér að þessu verkefni og stöndum í gríðarlegri baráttu við ríkið ættum einmitt að beina að spjótum okkar þangað heldur en hér hvert öðru. Ég held að það sé okkur hefur hingað til gengið mjög vel að gera það og var það einmitt nefnt Hamrar hjúkrunarheimili og ekki gleyma heldur framhaldsskólanum okkar. Það var líka baráttu að fá hann hingað í bæinn. Og við sem hefum einmitt unnið sem einn maður gagnvart í ríkinu og það er þannig sem að
traust sveitafélagsins verður og bæjarfélagsins verður sem mest gagnvart ríkinu. Þau eru ekki hver höndin hér upp á móti annarri. Okkur hefur ekki gengið vel hingað til að garga á torgum. Okkur unnist betur að vinna hér sem einn maður á góðum og faglegum fundum sem hafa verið ófáir. Og ófáaferðirnar verið farnar inn í ráðuneyti, fólk boðað á fund og farið í málin, hitt jöfnunarsjóðinn, segismatið hækkað á þeim sem þurfa. Þannig við getum veitt sem besta þjónustu að því við vitum það að sveitafélagið og sveitafélögin eru langt best til þess fallin að veita þessa þjónustu og það veitir ríkið líka. Þetta er nærþjónusta og hún skiptir fólk máli. Ég hef líka fengið að heyra því og orðið verið það sjálf sem formaður fræðslunefndar að hingað hafa flutt fjölskyldur fatlaðra barna vegna þess að hér er veitt góð þjónusta fötluðum börnum og að því að bæjarstjórnarnefnd Krikaskóla að þá hefur einmitt sérstaklega verið horft þangað því að þar hefur börnin fengið mjög góða þjónustu að því þar hefur safnast upp þekking og góð reynsla á því að þjónusta börn með fötlun. Þetta er okkur mjög mikilvægt og það er líka mjög mikilvægt fyrir okkur að sýna það út á við, sýna ríkisvaldinu það að við séum að vinna hér faglegt starf, við stöndum undir með ábyrgðum sem okkur eru faldar, þannig að við séum eins og bara traust og góð bæjarstjórn sem við höfum verið hingað til að vinna þennan málaflokk. Vonandi kannski, ég meina í þögn, þá meina ég þá bara hérna innanhús og okkur, við sem bæjarstjórn, en ekki gargandi út á torgum og með þeim hætti sem að kannski skilaði okkur einhverju, vonandi fáum við áheyrn núna, vonandi fáum við meiri áheyrn við fengið. Þannig að það muni þá vera til þess að við fáum meiri pening til að reka stofnunina Skálatún. Það er ýmislegt sem að er í deglunni núna, við vitum af því að það er kannski bæjarstjóri getur sagt betur frá því hvað er framundan með varðandi Skálatún og það er þá baráttu sem við höfum staðið í síðastliðin 7 ár varðandi það að fá það fjármagn sem Skálatún á skilið. Við ræðum hér skýrslu sem var eins og kom fram unnið af jöfnunarsjóði sem er rauninni það gagn sem við höfum til að sjá það og við höfum aldeilis nýtt upplýsingar úr þessari skýrslu eða þessum niðurstöðum sem fengum varðandi SIS-matið. Þetta var upplýsingar einstaklinga og eins og við köllum það kannski ummunaþyngd þeirra og hvað þarf að hækka þá núna og sérstaklega eftir að íbúarnir eldast á Skálatúni. Það voru þær upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu og þetta eru þær upplýsingar sem fjölskyldusvið Mosfellsbæjar ásamt bæjarstjóra hefur unnið með síðastliðin misseri. Þetta er það sem ég vildi segja varðandi þetta og að því við ræddum dagþjónustuna að þá er nú aldeilis lag ef að það væri hægt að koma á hér dagþjónustu því við vitum það á öllum stöðum, alls staðar all land er mikill hörgull á þjónustu varðandi dagþjónustuna. Við erum ekki einum það. Við höfum skoðað það að veita dagþjónustu niður í Skálatúni en við höfum ekki fengið það áheyrn. Það þarf meira fjármagn inn í Skálatún til að það geti orðið. Og ég vísa nú bara í grein sem að hann Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu og hann er forsvari fyrir fyrirtæki eða þjónustu sem veitir velferðarþjónustuna sem völdurinnar í hjúkrunarheimilinu og annað slíkt, ég man ekki hvað titil hann ber. Hann skrifaði grein núna í vikunni í Fréttablaðið, mjög góð grein varðandi það að við stöndum öll fram fyrir því, öll sveitarfélög og líka þeir sem hann á Hrafnistu standa fram fyrir því að þarf meira fé til að reka dagþjónustuna og þörfin mun ekki minnka á næsta árum nema eitthvað breytingar komið til. Þetta er nú að því ég hef líka komið að þessum málaflokki töluvert ásamt bæjarstjóra og vilja leiðrétta það að bæjarstjóri einn og hans í oddviti okkar sjálfstæðismanna að þá er hann ekki einn í liði. Hann ræður engu einn. Við erum hér sem hópur, við tölum saman og við förum yfir málin og þannig eru ákvarðanir teknar alla við okkar flokki. Það er það sem vildi segja að lokum. En að sjálfsögðu er það okkar löngun, okkar vilji að afgreiðum þetta með sóma, að við náum að semja og koma fjármagnið til Skálatún sem að þeir eiga skilið að fá, sem þeir sætta sig við og þannig að við fáum að þessi lúkningu að þessu máli. Takk, forseti. Já, Haraldur auðvitað morðist, Björnsvör. Já, forseti. Ég er svo sem búin að ræða þetta kannski bara nóg, þetta mál, en því að mér fannst nú vera að spyrja mig ákveðna hluta
þá vil ég nú koma hér upp og sjá mig það. Og fyrst varðandi þessa skýrslu sem að ráðgjöf vann fyrir Jöfnunarsjóð. Það veit ég alveg og sagði það hér áðan að það hefur örugglega farið betur á því að hún hefur verið lögð fram formlega í bæjarráði. Ég sagði það í minni ræðu. Ég sagði það líka að það skulle við bara gera það. Þess vegna bara tekið undir þá tillögu bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar að hún verið bara rædd með formlegum hætti. Ég held að það væri þá bara betur á því að það gerðist með þeim hætti að við fengjum þá Jöfnunarsjóð, því hann á skýrsluna. Hvert sem hann þá fær til að kynna hana, að koma hér að kynna hana fyrir bæjarstjórn bara svona á óformlegum fundi og það sé að taka hana síðan í framhaldinu inn til formlegar umræðu bæjarráð. Þannig að það sé að hafa það svolítið lifandi fund þetta tiltekna mál. Og kannski hefði átt að gera það strax. En það var engin illur vilji í því og það er ekki verið að stinga neinundu stól. Þetta er opinber skýrsla. Og ég var ekki bara, það var einhver sem sagði það í hráðan og við vildi finna stólinn. Þannig það er ekkert undir honum. Hann er bara ekki neitt. Ekki nokkuð skapaðan hlutur. Ég siti í honum. Þannig að bara bið fólk að svona hafa þetta í huga, það er ekki verið að stinga neinu undir stól. Enda er það ekki Mosfellsbæjar að stinga skýrslu sem hann gerir ekki undir stól. Hvernig á hann að gera það? Hann er ekki umræðar aðili yfir þessu tiltekna gagni. Það er gert af Jöfnunarsjóði. En ég er sammála því að það hefði verið betra og hún hefur lögð fram og kynnt. Og við tökum það á okkur hér, starfsmenn bæjarins. Og höfum alveg bakið það. Hvað varðar landakaup eða eitthvað slíkt sem var hér nefnt áðan, að þá hef ég sagt það nokkrum sinnum. Meðal annars við það bæjarráð sem er nú kjörið og líka við það bæjarráð sem var kjörið á síðasta kjörtímabili að ég sæi ákveðin tækifæri því fyrir Mosfellsbæ og Skálatún að gera með sér samning að Skálatún léti af hendi land sem að það hefur á leigu hjá bænum milli Klapparhlíðar og Skálatúns. Á meðan að minnsta kosti það var minnsta kosti meðan til að brúa bil þegar við finnum til því hvernig eigi að haga þessum tilteknu eignum og viðhald og rekstur á þeim til framtíðar. Og Skálatún er ekkert eitt það. Það var til dæmis þetta stóru málum sem búið að ræða varandi Sólheim. Og því að það er nákvæmlega sama vandamáli eða sama situasjónin þar. Og ég vil svo til eins og bæjarfulltrúi Miðflokksins sem við hér ítrekað sagt er bæjarstjórn, æðsti embættismaður bæjarins. Og með það hef ég fullt leyfi og fullt umboð til þess að ræða hugmyndir sem uppkoma hér ýmsa hluti sem þarf að gera. Ég þarf ekki að spyrja einhvern einstaka bæjarfulltrúi að því. Ég sé að ræða þær hugmyndir. Því að það er annarkvort orðnar þess eðlis að séu þetta viðræða hæfar eða slíkt. Og ég hef nefnt þessa tilteknu leið varðandi það að Skálatún afsæli sér eða leysi, ef Mosfellsbæ vorða þannig, leysi Skálatún undan þessum leigusamningi gegn einhvers konar greiðslu. Það er enga töflu verið nefndar í því. Og bærin geti nýtt það til þéttingar byggðar á þessum stað sem þetta færi vel á. Og Skálatún fengi fjármuni til þess að standa til einhvers tíma undir viðhaldi eigna sinna á Skálatún. Og ég er stoltur af því að fengi þessa hugmynd, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Hvað varðar samninga við Skálatún, það er eindreginn vilji í Mosfellsbæjar og ég held að þessi eindreginn vilji hafi verið eindreginn vilji í bæjar og við gerum á fyrir þessi eindreginn vilji í bæjarstjórn að gera samningu Skálatún. Það bara er þannig og eðli samninga með þeim hætti eins og allir ætti að vita að það þarf 2 til að gera samning. Það hefur bara ekki nást saman þá tölu sem í þeim samningi þarf að vera. Og ég skil afstöðu fulltrúa Skálatúns mjög vel í því. Ég myndi ekki heldur skrifa til slíkan samning af þeirra hálfu. Vegna þess að það vantar fjármagn inn í málaflokkin. Það vantar fjármagn til þess að geta gert betur þarna. Það fjármagn hefur Mosfellsbær ekki. Á Mosfellsbær að taka fé úr rekstri Varmárskóla og setja í Skálatún, að taka fé úr rekstri fræðslumála.
til að reka þennan málaflokk? Ég tel það mjög vafasamt. En ég skil afstöðu forsvarsmanna Skálatúns mjög vel. Ég myndi ekki gera þjónustusamninga þessari stærðargráðu eða við bæinn undir þessum formerkjum. Þess vegna var þessi samningur til, sem ekki skammtímasamningur, hann ekki tímasettur. Það eins og fyrirvari að hálfu Skálatúns, mjög skiljanlegum fyrirvari, að þeir telji að það þurfi meira til. Og ég samlaði. Það þarf meira til. En það þurfum við að fá þaðan sem það á að koma. Fjármögnunin skýr. Það skýrt hvernig fjármögnunin á að eiga sér stað. Hún á ekki að koma útsvarstekjum bæjarins eða sem hlutfall af útsvarstekjum bæjarbúa. Lögin segja það ekki gerast þannig, ekki nema 0,25%. Þannig þetta reiknað út. Og allir þeir peningar sem komi gegnum útsvar Mosfellsbæjar fara í málaflokkin. Og allir þeir peningar sem koma úr jöfnunarsjóði í málaflokkin fara í málaflokkin. Og það búið að fara yfir það margoft hér í bæjarráði hvernig því síðan skipt. Og hvernig það reiknað út. Það var minnst á fundargerð aðalfundar Skálatúns stæði þetta með 44 og 24%. Það tölur að hár réttar. En á þeim skýringi sem ég nefndi hér áðan. Ég held að flestir, ef allir hljótun að skilja það, af hverju það með þeim hætti. Þannig ég ætla ekki að fara yfir það aftur. Ég veit ekki aðra samningar sem eru gerðir af hálfu Mosfellsbæjar við þriðja aðila rekstur í málefnum fallara. Ég man ekki eftir þennum öðrum, en ég kann að skjátlast eða mismun eitthvað, en ég held að öllum öðrum tilfellum séu við að reka þetta sjálf á bæjarsjóð. Þannig ég man ekki til einum öðrum samningum, en ef ég er með skjátlast í einhverju hluti þá verður það bara svo að vera. En ég sendi skilaboð á starfsmenn fjölskyldusvið en ekki fengið svar, en ég veit ekki man ekki til einum öðrum samningum. Þannig ég held að ég sé búin að fara yfir þessi mál. Já, Anna Sigríður, þú varst búin að byrja málið, gjörðu svo vel. Forseti, það er bara tvennt sem að mér langar að segja. Annað bara spurning, bara þannig að sjálf öryggi ég skilji rétt. Það ekki þannig að þegar að óskað, ef að bæjarstjórn myndi vilja hlusta, að þegar óskað eftir sísmati, það ekki gert á grundvelli frumkvæðis starfsfólks á Skálatúni. Það ekki starfsmanna félagsþjónustunni hér að hafa frumkvæðið, að þeir ekki að þinni. Kemur ekki frumkvæðið úr stofnuninni? Það spurning, já. Og svo svo það hitt, bara smá athugasemd að varðandi innlegg bæjarfulltrúa Kolbrúnar. Ég kannast ekki við neitt hafi verið að segja það að hér stæði bæjarstjóri aleinn og einmana í sínum meirihluta. En það sem ég vildi sagt hafa með það að ég skildi hana þá þannig að líklega hafi meirihlutin allir fengið þessa skýrslu í hendurinn en ekki við. Ok, þá ég misskilið bæjarfulltrúa Kolbrúnar. Mér fannst hún að ég skildi hana þannig bæjarfulltrúa Kolbrúnar þar sem Haraldur stæði ekki einn og þá hefðu öll setið saman og lesið skýrsluna, en það þá ekki þannig. Já, það var beint þetta spurningu til bæjarstjóra og hann hefur byrjað að gjörðu svo vel. Já, fyrsta forseti að við glemdi náttúrulega einum samningi sem gerður, það við Áskar. Ég veit ekki hvernig ég eiginlega tókst að gleyma honum og bið afsökunar á því. Ég bara man ekki hvernig hann er samansettur. Það að segja hvort að ég ekki viss hans í verðbættur, en ég ekki fullyrði það. Það að segja með einhverju vísitölu. Já, ég fekk þetta bara meðan ég svar frá Áskeri, hann er verðbættur. En það kannski sú starfsemi með öðrum hætti, það er vinnustaður. En ekki heimili eða umönnunarstaður. Þannig að ég vildi bara leiðrétta sem ég sagði hér áðan að ég glemdi náttúrulega sjálfsögðu Áskarið. Spurningin var síðan hvernig síðsmatið
sko eftir því sem ég best veit að gerist það með þeim hætti að þetta samstarfsverkefni starfsmanna fjölskyldusviðs og Skálatúns. Það að segja, fólk sammála það að þurfi að fá endurskoðun á sviðsmati stundum ákveðna einstaklinga eða stundum kannski stofnunar í heild eins og var gert þarna 2014 og þá sameinast menn það að svona rökstyðja það en Mosfellsbær þarf að biðja það til Jöfnunarsjóðs og ég veit ekki betur og ég held ég bara geti fullyrt það að samstarf starfsmanna bæjarins og Mosfellsbæjar við Skálatún hvað þetta varðar mjög gott. Við vinna saman að því að reyna að bæta stöðu Skálatúns með þessum hætti og það skilar þó einhverjum árangri. Þannig að þannig það þetta kannski svar í spurningunni frá bæjarfulltrúanum. Já, Lovísa Jónsdóttir, þú ert búin að byrja málið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Örstutt eftir mjög svo langa umræðu. Ég ætla að taka undir, kannski byrja að taka undir tillögu Önnu Sigríðar bæjarfulltrúa og bæjarstjóra að við förum í sameiningu yfir þessa skýrslu. Mig langar að bæta við að því miður þegar maður les þessa skýrslu þá finnst mér okkur í fjölskyldunum kannski sem þar setjum þurfa líka að fá þessa kynningu með. Þannig að það væri rosalega gott. Við erum búin að fá alveg og bara nota tækifæri til að taka það fram. Við erum búin að fá algjörlega frábær kynningu frá starfsfólki fjölskyldusviðs á þeirra og starfinu og bara frábært og mér finnst við vera að sinna málefnum fatlara mjög vel af því sem ég er búin að heyra og kynna mér og okkur hefur verið boðið í heimsókn á Skálatún. Þannig er útskýringin á tíðum heimsóknum. Við erum ekki búin að fara en við ætlum að fara af því okkur var boðið og bara gerum það við fyrsta tækifæri og en endilega hafið okkur í fjölskyldum nefnt með. Takk. Nú, ég lít þá á, Stefán Ómar. Beðið morðið, gjörðu svo vel, Stefán. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu mikið meira en vil bara hnykkja á því sem hefur komið hérna fram. Við höfum að halda skýringafund eins og var lagt til hérna áðan að það er þessum óformlegur fundur og þá með öllum bæjarfulltrúum til þess að fara yfir þetta. Auðvitað stöndum við öll þétt við bakið á þessum málaflokk. Að sjálfsögðu gerum við það. Og við stöndum við bakið á Skálatúni og viljum veg þeirra starfsemi sem þar er og bursið frá starfseminni hvernig hún er samsett þá eru einstaklingar á bakvið. Þarna það eru þeir sem að skipta máli. En hvernig formið er í sjálfum sér við reksturinn, það getur verið með ýmsum hætti og er með ýmsum hætti og ég ætla ekki að fjalla neitt það hérna, að kunna vera að skipta skoðanir eitthvað á því, hvort að þetta sé gamaldags eða úrelt fyrirkomulag Skálatúns reksturinn sem slíkur, náttúrulega áratuga gamall í grunninn, eins og við þekkjum, en það eru einstaklingarnir sem skipta máli sem eru að fá þjónustuna og þeir á bakvið þá eru þetta svo kallaða sismat og svo framvegis. Þannig að bara að það sem hefur komið þarna fram, auðvitað átti, ég lít þannig á að það var bæjarráð og Skálatún sem stóðu saman af því að óska eftir að gerði þið skýrsla. Auðvitað átti hún að koma hérna fyrir bæjarráð og bæjarstjórn þegar hún var tilbúin. En það er liðið og við skulum bara vona að það verði ekki meir að þetta gleymist með þessum hætti og fagna því bara við komum á fundi, förum yfir þetta, setjum okkur vel inn í þetta og við munum standa saman í vörninni fyrir góða þjónustu í málefnum fatlaðra. Ég er eiginlega alveg viss að það verði þannig. Já, takk. Já, það er einn á mælendaskrá, það er Rúnar Bragi, gjörðu svo vel Rúnar. Já, forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara í kjölfar það sem að hún Þorbjörg
nei, fyrirgefðu kom inn á, afsakið, að því ég var að hugsa fjölskyldunefnd, að og það rétt, að því ég sé að bæjarfulltrúi Arna Sigríður að vandræðast yfir því hverjum hefur verið boðið. Hvernig sérðu það? Í heimsókn í Skálatún. Forseti? Mér langaði bara að upplýsa það að ég fékk þetta boð sjálfur og fór þangað í gær og lagði það til við framkvæmdastjórann að allir í fjölskyldunefnd yrði boðið þangað saman. Í staðinn fyrir að vera að senda boð á einn eða einhvern einstaklinga úr nefndinni sem mér bara sýnist greinilega ekki allir hafa fengið svona að viðbrögðum í salnum. Þannig að ég lagði það til við að fjölskyldunefnd yrði boðið til þess að kynna sér aðstæður Skálatóns. Já, ég lít nú svo á að umræðum þetta mál sé lokið. Þetta var fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs frá 4. október en orðið ennþá laust fundargerðina öðru leyti. Já, það var, já. 1368? Já. Það var allir fresta, já. Nú er öllu fresta, já. Þá göngum við til atkvæða þessa ágætu fundargerð og þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér, þennum réttum hönd, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fundargerð þær af sína síðari sem verður rædd hér í kvöld og það fundur númer 1369, 11. október, orðið laust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir fyrsta mál á dagskrá þessar fundar, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019 til 22. Kannski eru það spurningar sem ég ber hér fram, kannski var þeim svarað og löngum fundi bæjarráðs, ég veit það ekki, en ég vil upplýsa ykkur að ég á ekki sæti bæjarráð og þess vegna spyr ég þessar spurningar. Afsakið, alltaf eitthvað áttur í flegi, ég fer fyrir ekki afsakið forseti. En mér langar til þess að bera fram spurningu í fyrsta lagi varðandi skjalið yfir íbúaspánu eða spá fjölda íbúa. Þá finnst mér þetta sérkennilegt að sjá sem sagt sömu prósentutölunar á hverjum aldursflokki allt til ársins 2022. Það er ef maður sem frá árinu 2018 og til út 2022 þá er gert ráð fyrir að hverjum aldursflokki fjölgi nákvæmlega það sama ár eftir ár eftir ár. Og þegar maður skoðar prósentutöluna varðandi spá lok árs 2018 þá sést að hún rímar ekki við fjöldatöluna fyrir árslok 2018 í töflunni fjöldi íbúa eftir aldurshópum sem er þetta fyrir ofan. Í aldursflokknum 2-5 ára fjölgar samkvæmt efri töflunum 43 börn frá árslokum 2017 til ársloka 2018. Í neðri töflunni hlutfall íbúa eftir aldurshópum er fjölgunin sögð 5,3% frá árslokum 2017 sem ætti þá að vera 29,6 börn ef ég kann að reikna prósentur. Þannig að mér sýnist vera eitthvað misræmið þarna. Aldursflokkurinn 6-15 ára, honum þar fjölgar samkvæmt fjöldatöflunum 132 börn frá árslokum 2017 til ársloka 2018 og í neðri töflunni, þessari hlutfallstöflu, þar er fjölgunin sögð 16,4% milli ársloka 2017-18 sem að mér reiknast til 16,4% sem hvaða aldursflokk er ég að tala hérna? Ég er að tala um 6-15 ára sem mér reiknast til að ætti að vera þá 283,4%. Þannig skil ég þessar töflur og einhvern veginn þá finnst mér eins og eitthvað broga við þetta og það þurfa að skoða þetta og mín spurning er líka bara á eftir að reikna út þessu hlutföll þannig að í raun og veru sé þetta fundagagn ekki tilbúið, að það er bara eigi eftir að reikna út hlutvöllin eða hver er ástæðan fyrir þessu misræmi sem ég sé eins og ég les út úr þessu. Og það er náttúrulega mjög mikilvægt að gögnin sem lögð eru fyrir bæjarfulltrúa og sé eins nákvæm og mögulega kostur á
og ekki síst náttúrulega þegar að ræða grundvallargögn fyrir fjárhagsáætlun. Þá langar mig líka aðeins að ræða annað skjal sem fylgir þessu máli og það minnisblað áætlun skatttekna. Þar kemur fram að áætlað útsvar ársins 2018 sé 6.878.000.000, ef ekki rétt lesið hjá mér. Það ekki tekið fram miðað við hvaða útsvarsprósent miðað í þessu skjali og mér þætti áhugavert að fá að vita það. Og nú veit ég náttúrulega að bæjarstjórn tekur síðan sérstaka ákvörðun útsvarsprósentu næsta árs, það verður gert á fundi hér seinna í haust, en einhverju útsvarsprósentu var miðað við þegar þetta var gert og mér finnst gott að fá það upplýst. Og svo, þetta var sem sé þetta, það ýmislegt sem ég þarf að spyrja um þetta blað, þið eru bara að sýna mér þolinmæði. Það langar mig líka að spyrja þriðja lið í kaflanum sem heitir, eða sem sagt hlutanum sem heitir áætlun útsvars 2019. Þar stendur, með leyfi forseta, spá að útsvarstekjur ársins 2018 séu vanáætlaðar 236 milljónir króna sem skýrist að mest af því að tekjur ársins 2017 voru hærri en ráðað fyrir gert. Og þá mín spurning, ég finn aftur hérna texta minn, á ekki að standa að tekjur 2018 voru hærri heldur ráðað fyrir gert, þannig að við erum að tala útsvar á yfirstandandi ári. Ef þetta væri útsvarstekjur 2017 ætti það þá ekki að færast á rekstrarárið 2017. Spurning sem ég veit að bæjarstjóri svara glaður hér á eftir. Þá langar mig líka að spyrja íbúafjölgunina samkvæmt umræddu þessu minnisblaði. Hún sögð vera hér að stendur áætlun útsvars miðað við að íbúum fjölgun 5,5% samkvæmt gildandi íbúaspá. En á skjalinu spá fjölda íbúa kemur fram að áætluð spá hlutfallslega fjölgun íbúa innan árs verði 4,8% árinu 2019 og meðalfjölgun íbúa frá fyrra ári, það þá 2018, verði 6,1%. Og þá spyr ég bara, af hverju þessi mismunur á milli þessara skjala, af hverju sé ég ekki töluna 5,5% í spáum íbúa fjölda íbúa. Þetta ruglar mig alveg í rýminu. Og svo lokum að þá langar mig að spyrja við hvaða verðbólguspá meirihlutinn, við hvaða verðbólguspá meirihlutinn hugsa sér að styðjast í áætlanagerðinni. Þessi í gögnum frá sambandinu kemur fram að samkvæmt þjóðhagsspá sé reiknað með 2,9% verðbólgu næsta ári og það hefur ekki verið miðað við verðbólguspá Þjóðhagsstofnunar hér allavega undanfarin 2 ár. Það hefur verið valið að nota aðra tölu. Og en bara, nei, þetta er ekkert alveg, en mér langar að vita hvað hefur meirihlutinn hugsað sér að miða við þá tölu eða hvað. Og þá hefur ég lokið spurningum mínum varðandi þessi 2 minnisblöð. Ég óska eftir því og er eiginlega vissum að bæjarstjóri geti skýrt út fyrir mér það sem að upp á vantar hérna. Haraldur, gjör svo vel. Forseti, það spurt hér ýmislegt smátt og stórt. Ég get ekki svarað öllum þessum spurningum, bara segja það strax. Af því ég náði þeim ekki öllum. Þessi, varðandi íbúaspána, þá hún þannig unnin að það gert ráð fyrir því að búið að fara yfir það hver íbúafjölgun á árinu 2018 sem meiri heldur en við vorum að gera ráð fyrir í áætlun fyrir árið 2018 og svo búið að áætla það íbúðir sem að tilbúnar verða og fluttir inn í árun 2019 og svo 2020, 2021 og 2022.
vek athygli á því að áætlunin fyrir 2019 bindandi. Hitt stefnumarkandi. Og fjölgunin, íbúafjölgunin reiknuð út frá þessum eða erfitt fyrir því að nú erum við kannski að fjalla svolítið spesifík mál. Ég veit ekki alveg hvort að þetta fundarform sérstaklega heppilegt til þess. Þess vegna hefði verið ágætt að ég hefði getað svara og fjármálastjóri svara þessum spurningum örugglega miklu nákvæmar ef að bæjarfulltrúi hefði til dæmis bara hitt okkur fyrir fundinn. En það eins og það sko, af því hér ekki, þeir sem að hlusta á fundin skilja örugglega ekkert í því að segja, af því þeir hafi ekki gögnin fyrir fram að sig. En Excel-skjali með spáum fjölda íbúa eru tvískipt, það stendur fjöldi íbúa, það íbúaspáin, svo stendur fyrir neðan forsendur áætlun fjölgun íbúa. Og íbúarnir eru reiknaðir út frá fjölda íbúðanna. Það sé að og þá erum við að miða við það að það séu 2,7 íbúar per íbúð að meðaltali. Svo aðeins farið yfir það nákvæmar í viðkomandi skólahverfum, hvernig það til þess að reikna út síðan skólabörnin eða fjölda kennslustofa og svoleiðis eins og gert varðandi það allt saman. Þannig að íbúafjöldin reiknaður út frá því hvaða fjöldi nýrra íbúa verið tilbúin á árinu og síðan reikna með fjölda íbúa 2,8 árið 2018, 2,7 árið 2019. Og þannig þá reiknað út fjölgun íbúa, áætluð fjölgun íbúa á þessum árum. Síðan þessar tölur sem eru síðan fyrir neðan sem að Hanna Sigríður Bragafulltrúi nefndi varðandi prósentulhlutföllin, það alveg örugglega eftir að fara betur yfir það. Það er að segja á árunum 2020, 2021 og 2022. Við erum svona fyrst og fremst á þessu tímabili að leggja áherslu á það að reyna að hafa tölurnar réttar fyrir áætlunum 2019. Ég bara náði ekki, ég verður bara afsaka, ég náði ekki þessum misræmistölum sem varst að nefna. Það væri bara gott að við getur þá annarkoð teikt okkur betur eða sendt okkur þetta og þá skulum við reyna, það getur vel verið að sé eitthvað villir í þessu, örugglega einhver á þessu stigi málsins þetta eru drög og eftir að fara betur yfir þetta og líka ræða þetta með umræðuna. Ég alveg viss það að mun finnast einhverstað villa í þessum skjölum öllum. En ég bara náði ekki alveg þessum misræmi tölum og örugglega kannski bara, það verið gott bara að fá þetta og við getum farið yfir það og það myndi líka hjálpa okkur að hafa skjalið rétt. Útsvarið, í forsendum það gera ráð fyrir óbreytt útsvari. Það er að segja að þetta forsendur sem bæjar og samþykkti lögð fram áætlun óbreytt útsvar. Það er að segja að það er ekki í þessari áætlun gert ráð fyrir breytingum á útsvarsprósentu. Það er að segja eins og hún lögð fram þessar tekjuáætlun. En ég vek athygli á því að þetta er náttúrulega bara einn hlutin af áætlun, þá þarf að leggja fram áætlun í heild sinni. En það er svo sem ekkert verið rætt. Þetta er alveg upplýst það. Það er ekkert verið rætt sérstaklega í meirihluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar að breyta þeirri tölum. Hvað sem síðar kann að verða. Það var talað mismunin, það er að segja vanáætlunina í útsvarsprósentunni, útsvarstekjunum. Það er vegna ársins 2017 og ástæðan er svo að þá er grunnurinn fyrir 2018 rangur. Sú tala er röng og það gerir vanáætlun tekning 2018 vegna að við notum grunninn frá árinu áður og hækkum hann upp í samræmi við áætlaða íbúafjölgun og áætlaða hækkun launa í landinu sem við notum nú svona frá þjóðarstofnun eða þeim sem það fjalla. Ég náði heldur ekki þessar íbúafjölgunar umræða spurningum 4, ég held að verðum að fá að ræða það líka sérstaklega. Verðlagi, við erum bara að nota þessu opinberu tölur á þessu stigi málsins, en það kemur það svo sem fram í forsendunum líka og það er að segja sjálfsagt rétt sem hún nefndir 2,9%. Þannig það er það sem er verið að nota á þessu stigi málsins.
þá held ég sé búin að svara þeim spurningum sem ég get svarað. Ég get bara því miður ekki svarað þeim öll. Nú, fleiri hafa ekki fasta hljóðs mál nummer 1 í fundargerð bæjarráðs frá 11. október. En orðið er ennþá laust önnur mál í þeirri fundargerð. Þetta er sem sagt 1369 sem við ræðum núna, fundargerð bæjarráðs hinn síðari sem við ræðum, og það er Sveinn Óskar og síðan Anna Sigríður. Ég lít svo á að umræðum málefni 1 sé lokið. En það er annar liður, samstarfssamningur við Íþrótta- og tómstundafélög 2018-2021. Þar lá fyrir þeim fundi drög samningi við Aftureldingu sem leit bara mjög vel út. Hafði Afturelding tekið það fyrir það sér og mér sýnist það verið að leysa með farsælum hætti. En þar var liður 9. málsgrein 2. greinar þessa samstarfssamnings varðaði framlag vegna barna erlendum uppruna upp á 200.000 krónur í gegnum minningarsjóð Guðfinnu, og ég óskaði eftir því að ég lagði fram tillögu að þetta yrði aukið, þetta framlag, meðal annars vegna barna erlendum uppruna og einnig vegna snemmtækrar íhlutunar. Og það var hérna tillaga, henni var vísað með öllum greiddum atkvæðum til umsagnar framkvæmdastjóra fræðslu og frístundasviðs. Ég ætla svo sem ekki að lesa hana upp hérna, en í grunninn að þá er mjög mikilvægt að bærinn reyni að tengja sig sem er verið í gangi með snemmtækri íhlutun í gangi í bænum meðal annars innan skólana, og varðandi þá samskipti og koma til hjálpa við stækkandi bæjarfélag sem er þá að fjölga líka börnum að erlendum uppruna, að auka fjárflæði til Aftureldingar til þess að koma á móts við þessa 2 hópa sem eru í raun og veru samþættir einnig eitthvað, en snemmtæk íhlutun er meira varðandi málefni sem tengjast fjölskyldumálum og skólunum. En í raun og veru er það þessi samþætting og þessi þróun sem á sér stað varðandi snemmtæka íhlutun sem bærinn er að takast á við með ágætum hætti nú þegar, en það er þetta samspil fjölskyldusviðsins, skólana, fræðslunefndar og þess liðar sem og íþróttahreyfingarinnar, því að þessi 3 þættir er í raun og veru styrkur sem eða stuðningu við þessu börn sem að mun veitast þeim bestur að mínu mati, og vísaði það ég í meðal annars sérfræðingar sem hafa mörg ár rætt þessi mál. Þannig að ég vona bara að þetta gangi vel og vildi bara skýra þetta mál, og þakka líka það að það var samtakamáttur að vísa þetta til fræðslu og frístundasviðs með það jafnvel í huga að koma þessum einhverjum hætti að. Þetta er mikilvægur málaflokkur og það var gott að það var samstöðum allavega að veita þessu hljómgrunn. Já, Anna Sigríður, vilt þú ræða þetta mál hérna nummer 2? Já, gjör svo vel þá. Forseti, ég kem hér upp undir máli númer 2 sem að heitir samstarfssamningur Íþrótta- og tómstundafélög 2018-2021, og ég vil byrja á að segja að það er virkilega ánægjulegt að það hafi tekið samningar við ungmennafélagið sem er náttúrulega stærsta íþróttafélag bæjarins og mjög mikilvæg eining í þessu hérna bæjarfélagi okkar. En eins og við munum sjálfsagt flesta þá gekk frekar illa ná samningum í vor, formannafundur neitaði að skrifa undir samning sem var lagður fram þá og svona það sem tekist á, og það er þess vegna gleðilegt að sjá að það hefur náðst lending og vonandi ríkir mikil sátt um þennan samning þá innan félagsins. Og samkvæmt þessum samningi þá sem liggur hér fyrir þá eru nokkrar hækkanir sem satt inn í samningnum sem er bara gott. Mér sýnist að
framlagi afreks- og styrktarsjóð hækki cirka 200.000, framlag til afreksstarfsemi 1 milljón, framlag til barna- og unglingastarfsemi cirka 1,5 milljón og þetta allt saman mjög ánægjuleg niðurstaða. En aðal ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp, það bara svona eiginlega hugleiðingar mínar framlagið í minningarsjóð þeirra mæðgna Guðfinnu og Ágústínu. Ég velti nefnilega fyrir mig hvernig þessu sérstaka eyrnamerkta framlagi Mosfellsbæjar inn í minningarsjóð Guðfinnu og Ágústínu og þetta framlag það skilir til þess að styðja við börn af erlendum uppruna. En samkvæmt stofnskrá sjóðsins tilgangur hans, með leyfi forseta, tilgangur sjóðsins að styrkja starfsemi yngri flokka, styrkja efnaminni leikmenn til þátttöku og veita leikmennum yngri flokka ungmennafélagsins afturreldingar, ferðastyrki til keppnisferða eða þjálfunarferða á vegum afturreldingar, samanber ákvæði 3 og ákvæðin stjórnar sjóðsins á hverjum tíma. Og ég velti fyrir hvort að sé í raun að vera hægt að setja skilyrði fyrir svona framlagi nema þá kannski með sérstöku samþykki stjórnar og sú stjórn náttúrulega algjörlega óháð bæjarkerfinu hér, þetta bara sjóður út í bæ og kannski og líklega hefur verið leita álit stjórnarsjóðsins áður en þessi ákvörðun var tekin og gott og vel og ég gerir bara ráð fyrir að það hafi verið gert en ég velti því fyrir mig hvort ekki hefði verið betra að þessi fjármunir sem bara fór allt í að hugsa í morgun þegar ég var að renna aftur yfir þetta. En ég vil bara segja, ég mjög glöð að ég var að samningurinn komin og ég sérstaklega ánægð með þetta sérstaka framlag vegna þess að, og ég held að við séum öll sammála það að við viljum styðja sérstaklega vel við börn sem og styðja þau inn í samfélagi hjá okkur. En ég var svona veltaði fyrir mér út frá stofnskrá sjóðsins og viðfangsefninu að kannski hefði verið betra að hafa þessa peninga í sérstöku sjóði þannig að yfirsýnin yfir þörfina væri hér hjá kerfinu og þá kannski meira val hjá börnunum það hvað þau gera. Takk. Já, Kolbrún, málum nummer 2. Já, forseti, þetta mál nummer 2 varðandi styrkur eða samningur Mosfellsbæjar og afturreldingar og varðandi þessa bókun og þessar umræður sem er búin að vera hérna sjóðinn. Ég hef aðeins kynnt mér þessi mál og sem formaður fjölskyldunefndar í árum áður þá kynnti ég mér líka starfsemina. Ég ætlaði einmitt að fara með þessa sömu ræðu og bæjarfulltrúi Anna Sigríður fór með hérna undan mér að segja einmitt frá því að ég ekki viss það að við sem bæjarstjórn getum svo mikið vasast í stofnskrá þessara sjóðs. Þetta alveg sjálfstæð eining innan afturreldingar eða sem á borði afturreldingar en við sem bæjarfélag ég ætla bara að segja ykkur hvernig þetta horfði mér hérna árum áður. Það var þannig að þeir iðkendur sem voru skráðir í afturreldingu og þegar það kom í ljós að þær fjölskyldur gátu ekki greitt æfingagjöld þá var hægt að sækja þennan sjóð. Þetta mjög mikil verðmæti fyrir okkur að hafa þennan sjóð áfram í okkar, mikil verðmæti í þessum sjóð og ég veit að hann verður þarna áfram. En ég dálítið hnaut það þess að vera að styrkja ykkur sérstaklega að við getum eitthvað ákveðið hvernig á að styrkja. Ég alveg sammála því að auðvitað á að styrkja allir þá sem að virkilega þurfa því að halda hvort sem börn af erlendum uppruna eða hvaða börn sem það eru. Þetta til að styrkja börn efnaminni foreldra, alveg sama hvernig heimili það eru. Og það með allir sækja styrk í þennan sjóð og oft það gert í samstarfi við fjölskyldusvið Mosfellsbæjar vegna þess að fjölskyldusviðið hefur kannski frekar upplýsingar þær fjölskyldur sem þurfa að sækja og hvort að afturrelding leiti upplýsingar þangað til að fá okkur að staðfestingu eða hvað það að því oft á tíðum þetta kannski börn sem hafa þurft stuðning frá bænum eða fjölskyldur og þá einmitt svo gott að hafa þennan styrk og þennan sjóð þar að segja hérna á hlíðarlínu afturreldingar til að þeir geti brugðist við og svo allir geti greitt æfingagjöldin sín. Þannig skildi ég þennan sjóð. Þannig að ég held að þessi sjóður hefur aldrei komið til umræði hér í bæjarstjórn áður. Það ekki okkar að vasast í honum en ég skil alveg þetta með að auka framlagið í hann og þá þurfum við kannski frekar að hitta stjórn
þessa sjóðs og spyrja þá hvernig staðan er í honum. Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar um það hvernig ásóknin er í hann og hvort að við fjölskyldur í Mosfellsbæ hafi þurft að leita í þennan sjóð. Þannig hefur þessi sjóður virkað og ég er sannfærð að hann muni virka áfram. En varandi snemmtæka íhlutun, það er sko hlutir sem við erum sannarlega með okkar borðum og erum öll örugglega sammála að það þurfa að gera og erum sannarlega með fagfólk í þeim málum hér innan kerfisins og eins innan aftureltingar og út allt. Erum við mjög vel búin að mannskap sem er einmitt í þessum málum og öll erum við mjög vel upplýst mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Þannig ég þakka sendinguna frá bæjarfulltrúa Emilistans en við erum semst að öll mjög vel upplýst það hvað hún virkar vel og er mikilvæg. En þetta er allavega, ég vildi bara segja frá minni reynslu af þessum sjóð, hvernig að ég tel hann raunverulega virki og að við séum kannski ekki, við þyrftum þá eiginlega að heyra í stjórn sjóðsins ef þeir vilja breyta sínum stofnskrám. Takk fyrir. Já, Sveinn Óskar, næstu, Lósa. Forseti, ég þakka innlegg fulltrúa bæði Sjálfstæðisflokk hérna síðast og Samfylkingar varðandi þennan þátt. Það kemur náttúrulega fram í samningnum fyrsta málsgreinin eins og hún stendur hérna í þessari tillögu, hún er í samningadrögum. Það sem sé, leyfi forseta, óskar eftir því, það stendur þá í samningnum í 9. málsgrein 2. greinar hljóðar þannig: Mosfellsbær greiðir þann 1. júní á ári hverju krónu 200.000 til minningarsjóð Guðfinnu og skal því fjármagni sérstaklega ráðstafað til að styrkja börn af erlendum uppruna til íþróttaiðkunar innan félagsins. Þetta er í drögum samningsins eins og þau liggja fyrir núna og lágu fyrir fundinum þá. Það sem þarna kemur á eftir er aðeins viðbót til þess að benda á þessa þætti sem þar eru reifaðir og svo má móta það eins og leir og finna því farveg og ég árætta að þetta er í þróun og mér finnst að vera í góðum farveg þessi snemmtæki íhlutun hjá bænum og þetta er að þróast en ég skil afstöðuna sem kom hérna fram á fulltrúa Samfylkingarinnar að rétt að hafa vissulega sjóðin sjálfan með í ráðum. Það er bara hið besta mál og sjálfsagt. Já. Lósa Jónsdóttir, Björnsvöld. Það var þetta sama mál. Ég held við séum bara að heyrum það, við erum öll sammála það að það þarf að styrkja þennan hóp. Það sem ég velti fyrir mér er hvort að það sé ekki bara tímabært að horfa og skipta þessu bara hreinlega niður. Við erum annars vegar með þennan sjóð sem er þarna hjá UMFA og hann má vissulega styrkja og styðja við. Tek undir það með bæjarfulltrúa Kolbrúnu að fá kannski upplýsingar stöðu sjóðsins, það er líka ágætt að vita það. En ég tek líka undir það með bæjarfulltrúa Sigri að það getur verið áhugi á íshokkí eða dansi eða annað hjá þessum hópi og þar eru þær á fjölskyldusviði með puttan á púlsinum. Við höfum fengið svona smá upplýsingar það verkefni sem þær eru að byrja á og eru með í farvatnu með þessa snemmtæku íhlutun og að er ekki bara ástæða til þess að koma á sér sjóði sem þær hafa vegna þess að það getur líka verið erfitt fyrir þá sem þurfa á þessu að halda að fara og biðja og sérstaklega þegar það er kannski hjá íþróttafélaginu sjálfu eða það getur verið örgara umhverfi að biðja svona aðstoð hjá sínum félagsráðgjafa hérna inn á fjölskyldusviði bæjarins. Þannig að ég vil leggja það til að við tökum það inn í myndina líka að hvort að það sé bara ástæða til þess að gefa enn betur í og hafa þetta 2 aðskilda sjóði. Takk. Og þeir eru ekki hvað til ljósa þetta mál, það er að segja nr. 2. Þannig að ég lít svo að umræðu það sé lokið en það er ennþá orðið laust og annars er ég beðið orðið.
forseti. Ég kem hér upp undir mál nr. 3. Fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ heiti þess og á þessum fundi var samþykkti bæjarráð að ganga til samninga við lagsbjóðanda Alverk byggingu knatthús sem stálgrindahús klætt með PVC-dúk. Tilboðið sem var tekið upp á 621 milljón króna en upphaflega kostnaðaráætlun sem kynnt var haustið 2017 hljóðaði upp á 308 milljónir króna samkvæmt áætlun Verkís og mér telst til að það sé meira en 100% hækkun frá fyrstu áætlun. Og í minnisblaði til bæjarráðs kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Þetta minnisblað sem var lagt fram þarna haustið 2017. Útfærsla hússins þekkt hér á landi en Verkís hefur komið að hönnun 2 samskonar dúkahúsa í Hafnarfirði fyrir knattspyrnudeild FH. Það engin einangrun í húsinu en hægt að hita það upp með hitablásunum við að notast við snjóbræðslukerfi sem undir núverandi gervigrasvelli þar sem gert ráð fyrir að reisa húsið. Þannig að það kemur fram í þessu minnisblaði að áætlun frá okkur maðurinn sem hafa reynslu og eiga að vita hvað að gera. Mátti ég fara í sæti mitt og ná í minnisblöðin? Má ég gera það? Velvirðingar á þessu. Í öðru minnisblaði frá 3. janúar 2018 hafa orðið einhverja breytingar á stærðum og hlaupabraut og stakstætt salerniskús og eitthvað fleira og þá áætlað að kostnaður orðin 345 milljónir króna. Hækkunum cirka 37 milljónir. Síðan það 20. Svo finn ég ekkert, vitast þetta þetta fyrir 24. september, núna í haust 2018 og þá lagt minnisblað fyrir bæjarráð þar sem framkemur að kostnaðaráætlunin orðin 546 milljónir sem síðan reynist langt frá þeim tilboðum sem berast eftir samningskaupa viðræður og munurinn 114% á lægsta tilboðu áætlun. Þetta eru mjög háar krónutölur og mjög háar prósentutölur. Og ég vildi gjarnan fá samantekt á því, bara svona svart á hvítu, hvað það var sem gerði það að verkum að áætlun vegna byggingar knatthús fór úr 345 milljónum í janúar 2018 í 546 milljónir samkvæmt minnisblaði frá 24. september 2018. Sem sagt, hvað gerist þarna á milli? Kostnaður sem nú samið sýnist við vera 621 milljón og þá má geta þess að sú upphæð slagar bara töluvert hátt í byggingu eða í áætlaða tölur byggingu fjölnota knatthús eða íþróttahús í fullri stærð. En ég veit náttúrulega líka að Ungmennafélagið óskaði eftir húsa þeirri stærð sem hér verið að ræða en þegar maður hugsar fjárhæðirnar í þessu máli þá það umhugsunarefni að ekki skuli hafa verið tekinn annar snúningur á athugun og möguleikum þess að byggja hús í fullri stærð. Finnst það bara umhugsunarefni þegar við horfum á þessu tölur. Ég veit að þessi aðstaða sem núna á að fara að byggja, ég veit að hún alveg nauðsynleg, sérstaklega fyrir barna- og unglingastarf knattspyrnudeildar, en þar horfið til stórvandræða vegna aðstöðuleysis, margra ára aðstöðuleysis, og jafnvel svo mikill að vandræða að það verið rætt að það þurfi að takmarka fjölda þeirra barna sem geti tekið þátt í knattspyrnuæfingu. Þetta aðstöðuleysi þarf náttúrulega að bæta og skiljanlega, en ég vil nota tækifæri í þessari pontu að segja núna að þetta aðstöðuleysi sem að Ungmennafélag og þá sérstakann knattspyrnudeildin í það sem við erum að tala núna hefur búið við árum saman. Það aðstöðuleysi að fullu og öllu á ábyrgð meirihluta sjálfstæðismanna og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs undanfarin 12 ár. Já, Haraldur, spesial. Forseti, menn fara mikinn.
talandi aðstöðuleysi og ábyrgð einhverja stjórnmálaflokka á því. Menn getur örugglega deilt gæði aðstöðunar en ég held að sé nú samt þannig að ef við litið öllum sanngjörnum augum á það og við sleppa pólitískum sleggjudómum hvað það varðar, að þá er aðstaða til íþróttaiðkunar í Mosfellsbæ góð og líka til knattspyrnu. Það er hins vegar alveg rétt að iðkendum í knattspyrnudeild hefur fjölgað mjög meira heldur en öllum öðrum iðkendum í íþróttagreinum í mannum. Því miður hefur þeim reyndar líka fækkað. Þannig að til að mynda handboltan sem dæmi. Mér þykir það miður að ungum iðkendum í handboltanum hafi fækkað. En fjölgað mjög í Mosfellsbæ, hérna í knattspyrnu og við því að vera að bregðast. Það er þannig að í dag að það er einn stór gervigrasvöllur sem nýbúið að skipta gervigras á að Varmá. Það er einn grasvöllur að Varmá og það er síðan æfingavellir á Tunguböngum. Það er verið að bæta við einum gervigrasvelli viðbót sem er yfirbyggður. Þannig að fyrst og fremst er verið að fjölga fermetrum til þess að fleiri geti iðkað knattspyrnu og setja að koma móts við þá miklu fjölgun og þá miklu vinsældir þess að íþróttagrein á að hefur þessar mundir. Vonandi stendur það bara áfram. Vonandi verður vinsældir knattspyrnunar áfram vaxandi. En ég vona líka að aðrar íþróttagreinar komi sterkar inn og iðkendum fjölgi þar líka. Það er alveg rétt að kostnaðaráætlun þessa verks hefur hækkað. Það er búið að fara yfir það nokkrum sinnum. Upphaflega kostnaðaráætlun með minna hús heldur að vera að byggja núna mun minna. Sem og að þar var ekki inn í farlið ákveðnir hlutir eins og til að mynda viðbygging við húsið og sannleiksastað. Það er búið að fara yfir það líka hér áður að það var reikningur hönnuða hvað varðaði kostnaðaráætlunina að tvennum hætti. Annars vegar kom í ljós að sem héldu að þyrfti ekki að gera þarf að grunda húsið og fergja svæðið vegna þess að þegar var að skoða jarðveginn eða undirlagið betur undir þess sem gamli völlurinn þá kom í ljós að það var ekki burðarhæft fyrir hús. Ég hef nefnt það og hef sagt hverjum sem að mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð af hálfu ráðgjafa hönnuða húsins og bæði hef ég gert það persónulega og hef umhverfis við að koma þeim skilaboðum framfæri að þetta er ekki þau vinnubrögð sem við viljum sjá. Við viljum sjá menn vera búnir að fara betur yfir hlutina en þetta. Sem og að þegar húsið var stækkað þá kom í ljós að bæði þurfti að fara í umfangsmeiri framkvæmdir við umhverfið. Það þurfti að færa göngustíg, það þurfti að gera, það var bæði breikkað og lengt. Breikkunni þýddi það að það þarf að færa göngustíginn sem liggur þarna milli vallana og liggur síðan upp í Ævintýragarð og það er fjármunir sem þarf í það. Sem og vegna lengingarinnar og þá þarf að gera meiri framkvæmdir hvað varðar aðlögun hæðar að húsinu og sem kostar meira. Sem þýðir þetta allt samantekið þýðir það að kostnaðaráætlun breytist en það breytir ekki því að tilboðin var öll langt yfir kostnaðaráætlun. Og það er okkar pólitíska ákvörðun hér hvort að við og sem bæjar og tók eftir að hafa farið gegnum samningsköpaferli að fara í þessa framkvæmd þrátt fyrir það að tilboðin séu töluvert yfir kostnaðaráætlun. Og það er nú kannski svo staða sem við erum í sem þú nefndir hér áðan bæjarfulltrúi annars að við þurfum meiri aðstöðu, betri aðstöðu fyrir knattspyrnuna sem verður þess valdandi við tökum ákvörðun og stöndum vonandi öll við hana. Það kostar meiri peninga heldur en við gerðum á fyrir. En aðstæðan verður góð og
Ég held að þessum peningum til lengri tíma litið sér vel varið. Það heldur sér alveg ljóst að við ætlum að fresta þessari byggingu og byggja einhverjum 2 mánuðum seinna. Við fengjum ekki ódýrara hús. Ekki nema að það verði eitthvað allsherjar kollaps í efnahagsmálum þjóðarinnar. En það verður þá vantilega líka í fjármálum Mosfellsbæjar og þá er ekkert víst að Mosfellsbæjar hafi ráðið við að byggja húsið. Þannig að þetta helst nú yfirleitt í hendur, sko. Það að fara í, skoða það aftur að fara í fullbúið hús, það er ljóst að fullvaxið hús, það hefði ekki komist til á þessum stað. Það hafði annarkvort þurft að byggja yfir gervigrasvelli fyrir hér og því það er alfarið búið að fara yfir það að hálfu félagsins og bæjarins að það er ekki skynsamlegt vegna þess að það þarf fleiri fermetra, vegna þess að það þarf fleiri fermetra fyrir iðkundunar. Hinleiðin hefði þá verið að byggja yfir grasvöllin sem er aðalvöllin á Varmá og það er fyrsta lagi mjög dýr framkvæmd, örugglega einhvers staðar 2,5 milljarður eða svo að fara í það verkefni sem og ég er ekki viss allir eru sammála því að setja hús að þessari stærðargráðu með þeim umhverfisáhrifum og sjónrænum áhrifum sem það myndi valda á þann stað. Ég hugsa að það eru miklar deilur í sveitarfélaginu það. Mér þyrfti að ræða það mjög vel og lengi. Það vantar þessa aðstöðu, við erum að fara í hana, hún er dýrari en við gerðum ráð fyrir, það er vont, en aðstæðan verður frábær og ég held að við ættum kannski einblíðan að ræða það eða hafa það í huga að við erum að þessi aðstæða mun valda byltingu í knattspyrnu í bænum. Bæði hvað varðar fjölda fermetra til æfinga sem og aðstóra sem slíkra það er þá orðin stór hluti hennar yfirbúður sem að nýtist á vel yfir vetrarmánuðin og sérstaklega þessi yngstir eru sem eiga erfiðleikum með að fóta sig í íslenskum vetrarveðrum. Já, það eru 3 mælur sá, Lóvísa og síðan Sveinn Óskar og síðan Anna Sigríður en Lóvísa næst er svo vel. Ég held að svo konu máli beri því að fagna að við séum að færast nærði að byggja þetta hús. Afturhelding vill fá þetta hús og það sem ég sakna mest persónulega er að sjá ekki fleiri sturtur. Ég hefði viljað bæta við fleiri sturtum hana, en ok. Við erum komin á þennan stað og eins og bæjarstjóri Haraldur nefnir þá eru tilboðin langt yfir áætlun og það sem að ég vil nefna er það að mér finnst það skipta öllu máli að við gerum allt sem við getum til þess að ganga úr skugga það að viðsemjandinn sé traustur og það sé keðjuábyrgð í gangi. Þannig að mér skilst að það eigi að vera inn í samningum en ég vil bara árétta það að það er gríðarlega mikilvægt að við stöndum okkar plikt hvað það varðar. Ég myndi líka gjarnan vilja heyra hvernig við ætlum að standa að virku eftirliti á kostnaði. Það skiptir rosalega miklu máli. Nú er eins og ég nefndi rétt án og Haraldur talaði er að við fengum áætlanir sem voru langt yfir. Við fórum í þetta ferli. Kostnaðurinn lækkaði en við erum samt ennþá yfir. Þannig að við ætlum ekki að enda með, ég ætlum að vona það að við ætlum að gera og standa í lappirnar með það að lenda ekki því að enda þetta með 900 milljón króna hús síðan af því að við pössuðum okkur ekki. Þannig að ég myndi alveg vilja sjá bara einhverja áætlun, bara checkpoints, þú veist, bara fáum við inn í bæjarráð með reglulegu millibili. Hvar stöndum við? Já, takk. Já, Sveinn Óskar, þú næstur, gjör svo vel. Forseti, ég hefði viljað sjá stærra hús og ég held að allir myndinu hafa viljað það, en þetta var niðurstaðan í samtali við Aftureldingu og ég tel að við verðum að klára það verkefni þó svo vissulega að það er náttúrulega þarf eftirlit með kostnaði og öðru slíku og ég hef ekki verið mjög sáttur við að samningskaupaferlið sé viðhaft með svona ríkum mæli sem raun ber vitni. Þetta er
Þetta áhætta sem færist yfir á sveitarfélagið með meiri hætti. Það er til dæmis í þessu máli þessi förgun að taka tíma og það er áhætta varðandi hvenær afhendist húsið. Það liggur ekkert fyrir alveg 100% eða þannig, það mun aldrei 100% en það liggur ekki nægilega vel fyrir hversu lengi þetta tekur að síga í jarðvegi, þessi förgun. Það tekur 3 mánuði. Það tók, 3 mánuði geta það verið, það tók nokkur ár á Akureyri áður en að Hof var byggt. En burtséð frá því að þá þetta áhættu þættir sem að færast yfir á sveitarfélagið í samningskaupum og við þekkjum náttúrulega þetta braggamál í Reykjavík. Það var samningskaupaferli með tilsvarandi óráðsíu. En ég býst nú ekki við því fyrirfram að það verði í þessu máli. Ég vil trúa því að það munu allir vinna sitt verk og þetta er ráðgjafar að sína góða tölur en það er kannski óþarfi alltaf að benda á þá því að ákvörðun í raun og veru bæjarins að fara í verkefni og það mun alltaf vera áhætta sem fylgir svona verkefni. Ég tek undir það sem er fulltrúa Samfylkingarinnar að við verðum að passa okkur í því að hafa eftirlit líka með því að við séum að gera bestu kaupur í bæinn. Það er grundvallaratriði og samþykkt fulltrúa Miðflokksins í bæjarráð og þessu verkefni er einfaldlega vegna þess að það er verið að styðja við bakvið afturöldingu sem tekur ákvörðun að vilja þessa lausn. Þrátt fyrir það að við sjáum að ég tel að það muni ekki fullnægja þörfum bæjarins næstu ári og gæti þess vegna verið bara við notkun þegar orðið sprungið. En það eru önnur byggingarlönd og það eru samningar framundan í bænum en ég hefði viljað frekar sjá aðra lausn en þetta er niðurstaðan frá íþróttafélaginu og í samningu við bæinn og það er rétt að klára það verkefni og koma börnunum í þjálfun sem fyrst sem að bíða í biðröðum. Anna Sigríður, gjör svo vel. Já, forseti, auðvitað eins og ég tók fram í mínu máli áðan að þá náttúrulega gleðst ég við því að þá að fara að byggja og auðvitað er alltaf með skama bara að horfa á enda resultati að það verður gott hús og góð aðstaða en við sem hópbyrgi bæjarstjórnarmenn við verðum að horfa líka á hvernig málin þróast skiljiði, hvernig eins og við erum að horfa á hér að það bara virðist vera þannig að ráðgjöfin sem við fáum, hún er bara langt frá raunveruleikanum og þar eru gerð mistök, auðvitað geta gerst mistök en það er aldrei, ég held við verðum bara að reyna að læra mjög á þessu og fara mjög varlega í öllu samskiptum við svona ráðgjöf fyrirtæki eða hvað þetta heitir og eins og í þessu tilfelli þó við séum með einhverja stofu sem hefur reynslu af svona byggingu þá samt verða þessi mistök þannig að það er bara undirstrika það hvað það skiptir miklu máli að við að kerfið okkar sé á tánum gagnvart svona þegar svona verkefni eru annars vegar og þannig að þó ég gleðjist yfir því og gleðjist mjög yfir því sem gamall stjórnarmaður í barna- og unglingaráði knattspyrnudeildar og gamall aðalstjórnarmaður í ungmennafélaginu Aftureldingu að núna ég að fara að bæta aðstöðu barnanna að þá get ég bara ekki leyft mér að hugsa ekki um þetta vegna þess að ég er bara í þessu hlutverki núna og svo vil ég taka bara heilshugar undir með bæjarfulltrúa Viðreisnar varðandi keðjuábyrgðina. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum keðjuábyrgð og mig minnir endilega Þú er búin að ganga frá því. Já, og gerði það á síðasta kjörtímabili? Já, ég ætlaði að fara að segja það. Ég var aðtöpa á klukkan, ég var nú svo þreytt, en ég myndi þetta samt. Að við höfðum náttúrulega, ég myndi eftir þessari umræðu keðjuábyrgðina í bæjarráðinu. Og þannig ég bara hvet í raun og veru þá okkur öll og embættismannakerfi okkar til þess að vera bara á tánum í þessu máli.
það að sko, ég ætla ekki að reyna að hleypa eins og fundi upp eða fara að standa í einhverju munnhöggast við fólk, en orðið aðstöðuleysi var ekki upprunnið í mínu ranni. Það nota ég bara vegna þess að Afturelding hefur sjálf notað það, knattspyrnudeildin. Þannig að ef það er pólitík í því, þá er það pólitík fyrir Aftureldingu. En ég ætla bara að ljúka þessu með því að segja ég gleðst yfir því að þetta fer af stað og ég vona bara að framkvæmdin gangi vel, að kostnaðaráætlanir standist og ég treysti því að vera haft virkt eftirlit með framkvæmdinni. Já. Kolbrún, Björnsvöld. Já, forseti og bæjarfulltrúar, við langar einmitt að ræða varðandi byggingu fjölnota íþróttahús. Hún komin á þann ánægjulega stað hér í Mosfellsbæ að geta að fara að skoða þessi verkefni sem er okkur einmitt öllum mjög svo mikilvæg. Ég tek á mig fulla ábyrgð á því að ef að ræða ábyrgð aðstöðuleysin hjá Aftureldingu síðastliðin 12 ár og þessi meirihluti taki þá ábyrgð á sig. Ég held að ef að það er svo, þá er það bara þannig, já. En ég ætla líka að segja að þetta er nefnilega þannig bæjarstjórn og þannig bæjarstjóri hér sem er ákaflega talnaglöggur bæjarstjóri að við förum ofan í alla reikninga áður en við samþykkjum það. Og þetta er vel rekið bæjarfélag. Og hingað til, og við vitum það öll, að við höfum ekki verið að komist í þessi mál, að fara í þessi verkefni að byggja fjölnota íþróttahús fyrir núna. Það hefur heldur ekki verið kannski samstaða innan Aftureldingar í langan tíma það hvernig það hús átt að líta út. Þannig að já, ég tek fulla ábyrgð á mér á því þessari svokallaða aðstöðuleysi. Ég veit það líka að kórinn í Kópavogi og Breiðabliksmenn eru líka farnir að tala aðstöðuleysi. Þannig að börnum á höfuðborgarsvæðinu, að fjölgunin á höfuðborgarsvæðinu er mikil. Það er ánægjulegt að það hefur fjölgað mikið í Mosfellsbæ börnum, þannig að ég vil líka taka fram að ég hefði ekki séð fyrir mér að stórt hús eða stærra hús en þetta hefur reist niður á Varmabökkum eða niður á íþróttasvæðinu. Þannig að við byggjum, að sjálfsögðu verður vel fylgst með öllum tölum, eins og það er gert til dæmis við byggingu Helgafellsskóla. Við fáum inn í fræðslunefndina reglulega skýrslu stöðu mála og hvernig kostnaðurinn er og annað slíkt. Við stöndum fram fyrir því núna því miður að tölurnar eru orðnar þetta háar af því að ástandið á markaðinum er bara þannig að við erum að fá svimandi há tilboð í þetta verkefni. Það var tekið á það ráð að ákveða að fara í samningskaupa viðræðurnar og sjá hvort við gætum eitthvað lækkað og það tókst að lækka. En því miður þá ekki meira þetta. Þannig að ég held að við sem sveitarfélag, við erum bara komin á þann ánægjulega stað, bara hefja þetta verkefni, börnum á íbúum hefur fjölgað. Ég sé fyrir mér að þegar þetta litla hús, sem að fólki, litla hús, jú, þetta er lítið hús. Nei, þetta er stórt hús. Þetta er 400 hús. Ok, ég var líka einu sinni í stjórn næstfjórndeildar Aftureldingar. Og við skulum já, þetta er afstætt. Já, algjörlega, ég tek þetta algjörlega á mig. Af því að ég veit að við auðvitað viljum stærra hús. Ég myndi vilja bara risastórt hús. Ég myndi vel að Egilshöll hérna inn til okkar og fáum þetta allt saman. Við ætlum ekki að gera það. Af því við erum bara þar stödd í dag að við erum að reka þetta sveitarfélag af ábyrgð. Og það er bara það sem ég vildi segja. Við bara tökum lítið skref í einu og þegar þetta hús er komið upp, þá er náttúrulega bara komið tíma á það að við förum að horfa á aðra staði til uppbyggingar í Mosfellsbæ og íþróttaaðstöðuna og slíkt. Ég held að það sé bara orðið fullt, bara komið, við gerum ekki meira en að varma í bíli og þegar við fyrir að byggja upp önnur hverfi að þá horfum við að sjálfsögðu þangað. Það er það sem ég ætla að segja. Og þannig að ég held að við getum að glaðst yfir þessu verkefni, niðurstaðan var þessi að þetta hús verður byggt og sitt sýnist hverjum það, en það sem að ég veit að knattspyrnudeildin hefur staðið frammi fyrir í langan tíma, það er einmitt þetta að ná inn yngri iðkendunum inn allan veturinn. Það hefur fækkað sérstaklega í yngstu flokkunum og það hefur vandamál þegar komið kaldi vetur að þá hefur þeim fækkað. En vonandi þá komum við veg fyrir það einmitt með byggingu þessa hús og notkun á því. Þannig að já, það er þetta sem ég vildi segja. Við berum ábyrgð á þessu sveitarfélagi, við rekum það að skynsemi, við horfum í alla reikninga og samþykjum það við höfum svo talnaglöggan bæjarstjóra sem betur fer. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar, þú hefur orðið, gjör svo vel. Forseti ágættu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lengja það mjög mikið.
bara ákvörðun tekin og þetta hús rís á í þeirri mynd sem að ráðgert og þetta snýst náttúrulega, ég óska bara ungmennafélaginu til hamingju með það, þeir lögðu þetta upp og þá það bara svoleiðis. Þetta snýst ekkert að vera talnaglöggur eða ekki, vegna þess að þetta greiðum við bara þá reikningi sem kom inn og þeir koma eftir magntölum. Aðalatriðið það að eftirfylgnin sé góð. Við lentum svolítið í því hérna með aðra byggingu sem Krikaskóli, að verkfundir og allt svoleiðis, þegar frávikin fara að koma, þá reynir á að verkfundir séu haldnir og það sé gert mjög vandlega, vegna þess að það þar sem að hættan liggur. En ég treysti okkar fólki bara til þess að gera það samviskusamlega. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs. Lófisa, skildi ég rétt á hann og varst með beina spurningu sem þú vildi fá svar við, þegar þú ræddir náðan. Nei, það ekki. Nú, ég lít svo á að umræðum þetta mál sé lokið, það að segja mál nummer 3. Orðin þá laust þessa fundugerð, það bæjarráð, númer 1369. Jó, það var nú frestað þarna nokkrum málum, verða rætt í fyrramálið á bæjarráðsundi. Það ekki bara eitt til viðbótar samþykktum, eða hvað ég? En orðið laust ennþá. Nú, það kveður sér engin frekar ljós á, göngum við til atkvæða þessa fundagerð. Bæjarráðs númer 1369 og þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Þannig að réttu pönd, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundagerðin nefnda. Það eru 3 fundagerðir frá nefndum. Skipulagsnefnd, fjölskyldunefnd, umhverfisnefnd. Í þessari röð. Við tökum fyrst fyrir skipulagsnefnd sem hélt fund númer 469 12. október síðastliðinn og þar var að venja mörg mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Nú það kveður sig engin ljós mál frá þessum fundi 12. október, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa fundagerð eins og einstök mál bera með sér benefréttur hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er fjölskyldunefnd 2. október, fundur nummer 273. Þá voru öllu færri mál á dagskrá en orðið laust þá fundagerð. Það kveður sér engin ljós fundagerð fjölskyldunefndar, þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér benefréttur hönd. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það umhverfisnefnd sem hélt fund 4. október. Það voru 6 mál á dagskrá og ég ekki orðið laust. Nú, ég ætla nú þá að gefa sjálfur mér orðið hérna og það var þannig að ég satt þennan fund sem varamaður vaflista. Aðalmaðurinn komst ekki á þennan fund og þarna voru að venju mörg mikilvæg mál. Ég er bara rétt drepa á reyndar fleiri en eitt og það er fyrsta lagi stígur með frá Varmá. Þá kom fulltrúi frá Alta og gerði grein fyrir því það búið að vinna það mál nokkuð lengi. Nú er komin ákveðin úttekt á ákveðnar hugmyndir, þannig að vonandi fer þetta nú eitthvað að gerast. Við þekkjum þetta mál, stígið með frá Varmá á milli, þar sem hann er mjög viðkvæmur á ákveðnum stöðum, en það er nú vonandi að það fara nú að draga til tíðinda hvað varðar að lagfæringar á þessum ágæta stíg. Það er, ef einhver vill ræða það, þá mun ég gefa orðið laust í það, en annars ætla ég að fá að ræða aðeins fleiri mál þarna. Það var endurskoðað umhverfisstefnunni. Það var, má segja það, sú vinna hafi hafist hér í marsmánuði síðastliðinn með fundi, íbúafundi, svipuðum þeim sem var hér í Hlégarði menningarmálinn í gærkvöldi. Fundur sem tókst ákaflega vel og nú er verið að vinna úr því að hósta aðeins á síðasta kjörtímabili og nú verið að vinna það áfram og svo góðu loka afurðum felast í nýrri umhverfisstefnu sem kemur þá út í formlegum hætti. Ég vildi líka aðeins ræða
fjórða málið sem viðhald og endurnýjuð fræðsluskylda sem ég tel mjög þarft mál með mjög mörg fræðsluskyldi státum af því og það hefur bara aukið útivist og ferðamennsku hér í sveitafélaginu. Besta mál og bæði hvað var það bara einstaka staði og síðan gönguleiðir en þeir eru komin daldið til ára sinna sum og niðurstaða var svo að félag umhverfisstjóra að gera svona ákveðna úttekt á því þar menn hafi svo yfirlit yfir fjöldan og ástandsskiltana. Loks langar mig að nefna síðasta máli líka, bara lesa titilinn hérna. Það var beiðni umsókn Björgunar EHF leyfi til leitar og rannsókn á Kollafirði. Björgun hefur náttúrulega mikið verið rætt í sambandi við nýja staðsetningu. Álfsnesvík hefur verið rætt í því sambandi. Þetta nú, þótt þessi tengt Björgun, þá er ekki tengt beint Álfsnesvíkinni, heldur þarf að vinna efni á sjávarbotni og það eru ákveðin svæði hér sem eru nálægt okkur. Hér nálægt eyjuna hér á Kollafirði sem að það farið fram á að rannsaka og við viljum ekki standa í vegi fyrir því en það var nú bókað á Lunda að fara stíga varlega í þeim efnum og við fáum væntanlega fréttir af því þegar að því vindur fram. Nú, þetta var svona, ég tæfti þarna nokkrum málum það er nú engin kvatsif hljóðs þarna, þá líti ég nú svo á umræðum þessa fundargerð sem lokið. Við göngum til atkvæða, umhverfisnefnd númer 191, þessi samþykkja hana, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið á þriðja liðnum, má segja, í dagskrá fundarins sem eru fundargerð til kynningar. Við tökum fyrst fyrir fundargerð sem er afgreiðslufundur byggingafulltrúa, fundur númer 344, 9. október. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs, þá er umræður lokið og þessi fundargerð er lögð fram og þá förum við í mjóddina. Það var fundur 21. september síðastliðinn í Strætó byggðarsamlagi, fundur númer 291. Ég gef orðið laust, engin kveður sig hljóðs þar og þá var sú fundargerð lögð fram sama dag. Var haldið fundur í byggðarsamlaginu Sorpu, fundur númer 395, 21. september. Það eru 2 fundargerðir frá Sorpu. Einhvern sem ræða fundargerð frá 21. september, númer 395, svo verið ekki vera, þá var hún lögð fram. Þá tökum við fundargerð hinna síðari frá Sorpu. Það er 3. október síðastliðinn, fundur númer 396. Það kveður sig engin hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram og þá förum við norður og Akureyri hér í huganum því að Samband íslenskra sveitafélaga sem funda nú venjulega hérna á Reykjavíkursvæðinu hélt fund fyrir norðan. Það var nú einmitt í sambandi við landsþings hérna sem að margir bæjarfulltrúar fóru á en þeir héldu þennan fund á Akureyri. Þetta var fundur nummer 863 hvort í meirinni minna og haldinn 27. september síðastliðinn. Einhver sem vil ræða hana, svo virðist ekki vera, þá er sú fundargerð lögð fram. Loks er fundargerð frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, fundur númer 40, fundur haldinn 4. október síðastliðinn. Ekki orðið laust, það kveður sig engin hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram og þá er aðeins eitt sem liggur fyrir þessum fundi. Það var 12. mál á dagskrá sem er kosningi nefndir, það var sem er samþykktum að taka dagskrá hér í upphæð þessa fundar og það er Anna Sigríður sem hefur orðið kosningi nefndir. Það er svo vel. Takk fyrir forseti, já, ég ætla að leggja hér til breytingu í 2 nefndum áheyrðarfulltrúa Samfylkingar, annars vegar í umhverfisnefnd og þar taki sæti Anna Sigríður Guðnadóttir í stað Samsonar og í skipulagsnefnd verið skiptum áheyrðarfulltrúa og þar tekur sæti Anna Sigríður Guðnadóttir í stað Ólafs Inga Óskarssonar. Ég var búin að senda ritara fundarins nöfnin þannig að... Nú er einhver sem gerir athugasemd við þessi. Já, þá lít ég nú á að það sé bara samþykkt, greiðum ekkert atkvæði það. Og fleira líkur nú ekki fyrir þessum ágæta fundi og ég þakka að tala yfir fundarsveitunum og segi fundið slitið.